Föstudagurinn 29. nóvember, klukkan er orðin 4 og FM 95 blöður hafið göngu sína í beinni útsendingu frá Keiluhöllinni að þessu sinni og það er alltaf hættulegt þegar við erum í Keiluhöllinni því við megum labba hérna í Bjórdæluna en ég ætla að vera hreinskilin, við ljúgum ekki að hlustundum, það eru allir bara nokkuð feskir ennþá og við erum með fullan bát aldrei þessu vant. Hér með við hliðið Steindi Junior, hvernig er þetta? Ég er bara, eins og þú segir, þú veist, það er stutt í dælu og... Þetta eru oft bestu þættinir þegar við erum í Keiluhöllinni. Þetta eru sko, já, þetta eru bestu þættinir, líka hættulegir þessi þættir, því að... Við skemmtum okkur allavega. Já, og við bara höfum, haft á reglu að segja bara frá drykkju okkar hér, að menn eru komin í, hvað, þriðja bjór hér? Já, það er allir bíllausir og feskir og herðu, hver haldið þið að sé mættu frá tenni? Nei. Ég held að maður er fastur þar, hann náði að koma sér heim Egill Einarsson, fyrirlið þátturinn sem er mjög tæpur á að missa bandið, verður velkominn. Er ég að missa bandið? Nei, þetta er svona... Hvað misti ég marga þetta? Já, sko, nei. Tveira? Við vitum hvað þið ekki væntum bandið, við ætlum ekki að kippa þið af þér, en þú ert búin að vera heldur mikið í burtu. Ég misti 15. og 20. og 2. og 29. Ég misti 2. Misti 2, já. En verður velkominn heim. Thank you. Er ekki 15 ára komin heim? Hvernig er svona grínlaust? Nú ætla ég bara að segja reitt. Egill, ég er á þriðja bjór. Smá bara næstu í trúnóðin. Okay. Það er rosalega margir sem spurðu mig bara hvernig nennur þessu? Og ég er ekki að ígita. Hvað gerir þú? Það er fullt af fólki í kringum mig sem segir hvernig nennur hann þessu ár eftir ár bara tvisvar alltaf sami ringur. Ok, hvað gerur í 4 mánuði ári á Tenerife? Hvað er hægt að gera? Þú er búin að sjá fuglasýninguna og búin að kíkja í Vassenni Brutakarri. Ég fór ekki í Jungle Luna Park, en ég fór í Monkey Park. En hvað ert að gera? Ég vakna á mótana, fyrst lauman út á Svalir með Ripper og fer í mailin í 120 mínútur. Svo ber ég með Solarworld, fer út á bakka, fór með beer. Þið líður bara, þetta er aðalega góða veðri sem þú ert að sækjast í. Já, þetta er bara... Að vera í sól og... Ég meina, ég mætti út á flugvöll í gær, sent í gærkvöldi og hljóp út, ég var með bílinn á langtímastæði. Það langt síðan ég lagði honum, ég hef ekki hugmyndu hvað hann var. Ég var að hlaupandi allt þarna. Ég held ég yrði úti, ángveits, ég hugsaði smástund ég úti. Hversu kallt er hérna? Þetta er að fara að deyja það núna, veist okkur? Því að lagning.is er að koma með okkur hérna í blöðkastið. Wow. Nú bara sækir þau, nú farið bílinn bara heitan þegar þú mætir. Ok, það er reyndar... Og ný bónaðan. Bónaðan bílir. Bónað á með bílinn. Það er alltaf áfram með það. Það er eiginlega mínum uppáhaldssendingum, bónaðan með bílinn. Já, en það sem, mér finnst svolítið, sko, ég er búin að vera að hugsa þetta svolítið. Þegar að ég held að þetta sé bara merki. Það er ekki þegar þú ferð og þú veist, kaupið eitthvað mótuhjól eða þú ferð að mála eitthvað að vorra með kalla eða eitthvað. Ég held bara að þú sért orðin officially miðaldra þegar þú ert bara til í að vera einhver staðar á sama stað, aftur bara þegar það er fínt veður. Ég sé búin að vera þarna í sístu... Að elda veðrið... Það er komið heldur mörg ár. Já, þegar ég ámali var tveggja ára, þá er ég byrjað að mæta hann non-stop. Já, ég get ekki verið að dissa að vera vanafastur. En nú helviti vanafastur. En málið, þetta er bara góð alltaf við tenni, er að þetta er einflugvél og sunshine. Og sami tími. Mjög sami tími. Og mjög góð gæði í mat og kannt að finna réttu resana. Þannig að ég viðurkenna, mér gaman að vera frá nóg til feb. Hina mánu ársins er ég ekki á tenni, en frá nóg til feb, ég fer ekki á júli, júni, saumatíma. Sko það er bara 70 fólk sem gerir þetta, sem fer út, sko, seft til feb. Þú varst þarna í júli með fjölskyldunni. Já, mér finnst alltaf að það fara til Tenerife, ég er ekkert að drulla við Tenerife. Nei, eins og Sveppið. Ég er að segja, skilur að... Hefur Sveppið farin Tenerife? Aldrei. Það er svona bara... Eina liðið sem drullar yfir þetta. Sem hefur aldrei farið. Ég tók upp hanskan fyrir tenni þegar Sveppið með okkur en það var í síðasta eða þar síðasta þetta. En annars segja drengir, þetta er risa föstudagur. Það var útborgunardagur held ég á flestum í dag. Af því að fyrsti DS hittir á sunnudag og það eru kosningar á morgun. Það er einhvern veginn, maður finnur það er eitthvað í loftinu. Já, þetta er svaka helgi. Já, maður bara einhvern veginn gýrast við svona helgi. Já, og ég meina haldið að okkar maður Sverrir Bergmann komist á þing. Erum við að fara að vera með þingmann, bara okkar eigin þingmann. Í okkar vinahóp. Það þurfa fólk á Selfossi og Vestmannaeyjum og í Reykjanesbæ og fleiri að kjósa Svessa. Það er nokkuð ljóst. Ég meina Svessi er alltaf að fara að fá rosalega atkvæði í Vestmannaeyjum og Reykjanesbæ. Ég meina hann á Vestmannaeyjum. Hann á Eyjar. Já. Það er góðgæði, lígur aldrei og svona, kostir í Svessa. Hann er stundum ofhreinskilinn. Ég get ekki kosið hann. Nei. Hann er ekki í mínu kjördæmi.
Nei. Þannig að ég get ekkert gert fyrir svesa minn. En núna öllu kannski slefti, ég veit að við ræðum nú sjaldan pólitík FNÍ blöð, þið búin að ákveða að kalla kjósadrengir? Nei, ég ætla að vera algjörlega heiðalegur, ég bara veit ekki ennþá hvað ég ætla að kjósa. Maður ennþá svona pínu á gerðingunni? Það heldur margir sem eru á svipuðu staði. Já, ég held að það getur allt gerst einhvern á morgun, þegar ég veit ekki hvað, annarkur maður sem ég hitti, ég spyrir búin að ákveða hvað það er að kjósa. Nei, ég veit hvað ég ætla ekki að kjósa. Já, en kannanir, sko síðast ef var kosið, þá voru kannanir 98% accurate. Já. Kannanna ég held að það væri algjör kosið. Það var ekki verið að skýta meira. Nei, ekki hérna sem kom síðast sko. En það þarf ekki að vera þannig núna sko. En svo voru að ræða því að talandi að sé risa föstudagur í dag og gír í liða, það er Black Friday, Thanksgiving í gær, Black Friday í dag. Ég fekk svona, ég segi nú ekki gusu, en smá hneykslun frá ykkur aðan þegar ég sagði ykkur, ég hef aldrei keypt neitt á netinu. Aldrei. Jú, ég hef keypt náttúrulega flugför og ég hef keypt Já, tengt Cyber Monday sem er á mánudaginn. Já, en ég hef keypt tónleikamiða, en ég hef aldrei keypt neitt sem er komið með heim til mín. Já, það er rosa. Aldrei föt, mat eða eitthvað hannig. Aldrei neitt. Bara flug. Bara flug og tónleikamiða. Hótel erlendis. Já, og meðan kannski á fótboltaleik. Já, hótel. Hótel. Málið er að það bankar upp á einhver með pakka fyrir utan mér einu sinni í viku. Í alvörunni? Sigrún hangir á netinu að kaupa. Ég er ekkert alltaf að kaupa eitthvað. Ég er alltaf að taka móti því. Ég sá það svipum og þú ert ekkert alltaf hrifin. Nei, ég er ekkert hrifin að því. En þú veist, ég meina... En hvað gerir þú? Nógiði maður með kortið þetta að vera að spreyja því að þess að búður eitthvað? Það lítur nú aðeins að stríða þér eitthvað. Mér finnst það ekki þægilegt. Þú veist alveg hvernig ég er. En mála, ég hef líka lent í alvöru kortasvikum. Þú mátt ekki gera þetta kakar fólki sem hefur lent í alvöru kortasvikum. Ég hef lent í kortasvikum. Það gæður eitthvað 100 kall á mánuði. Nei, það er að tala 100 krónur. Nei, það var tekið 1200 kall og 14 svona, það er ekki alvöru. Nei, það var að testa korti fyrir stóru fæsluna. Málið er að ég lent í að það er samt alvöru svik. Þetta gerist eftir AC-ferð. Já, en ég veit hvað þetta var og þetta enda sem eitthvað 3 Nei, þetta var ekki Rixuan. Það var annað. Það var bara ónýtt. Nei, það var bara, ég keypti glænja Rixu í Walmart. Hafið þið báðið komið hana heim og hún var bara ógæðisleg. Já, myndir af þessu. Hafið þið báðið keypt föt á netinu? Já. Þú náttúrulega keypti líka svona UFC myndir. Ég kaupi mér UFC myndir og alls konar dót svona reglulega svona sapdót. Pantar það á netinu? Ég ætla bara, það leiðilegt sem ég gera að kaupa föt, samkvæmt sem búið á netinu, þannig ég gera það ekki nema brýnustu neyð. En ég get keypt sko, en ég get lofa að það er engin Íslandingur, ég eiginlega treyst mér að fullera þetta keypt oftar á Volt en ég held eiginlega þessu fyrirtæki gangandi á Íslandi sko. Já, mat og svona. Já, þú ert í því. Þeir senda, þú getur fengið bara poppoka úr Sambíónum í pokanum, heimtið. Það er ekki hámark litur. Nei, mér finnst bara að þú ert að pantaði poppoka eða bragðarrif eða eitthvað með Volt. Mér finnst það eiginlega bara niðurlæging akkur þeim sem er að keyra út fyrir þig. Nei, það er ekki bara matur eða eitthvað. Það fólk er í vinnu bara. Já, það sækir poppoka fyrir þig. Ekki eitt, þú er að panta meira, minimum spending sko. Hvað er minimum spending? Hvernig kemur aftur inn og ég panta það? Eitt poki er ólítið, það voru alltaf að eyða x miklu. En síðan farðu pokan Popp-pokan skilur þú komið upp í sófa heima sko poppi í Sambíónum er besta poppi og að senda bragðar af heim alltaf bara bestu uppfinning in the history of mankind þetta var sko málega ég er ekki komin á þennan vagn ennþá eitt sko ég er samt ekki eins og blöðarinn sko langt frá því en málega þú bara þorir ekkert að setja kortið ég er með sér kortið í þetta sko ég er með vísakort í plus þannig að þú getur ekki tekið nei að það er fyrirfram greitt vísakort það sé hakka, þá er það sama drullu sama og ég er með alla mína áskriftir og því það er svo fullt af fólki sem heldur að maður sé að ígæta með Steinda það er ekki til nójari maður á Íslandi ekki til það er enginn sem gefur en aldrei pantaða Volt, þú átt að alveg inni nei, málega, já ég er að segja að þegar ég var í stúdíónum í netunni og vorum að taka upp til ég 3 þá bara mætti maður inn í stúdíó með bragðari fyrir netuna sko. Þá var ég bara shit að nýta inn á því sko. Ég geði þetta strax randi lína þegar ég var í stúdíó með netuna málega er að fólk veit ekki þegar netan í stúdíó þá pantar sér bragðari það er eiginlega ennþá meira bólinn sko. Það er að fá blöð einhvern tíma að panta mat eða föt af netuna það var svona næsta skref en það er eitt sem ég skil ekki drengir ég er alltaf að koma til svo líka bara til að klára það að ég lendi því í vikunni þetta er sönn saga að ég var að ég var í völklass lögum og var að borga með kortinu mínu
og pían sem að afgreiddi mig sagði, ertu ennþá með kort og svona nánast hlóa mér Já, ég fann fyrir, nei ég er ekki að grínast. Sammála þessari píu ekki, nei, núna get ég ekki verið sammála því af því að það fullt af fólki ennþá með kort það er ekki eins og það sé bara eitthvað Nei, já, ég sammála þér. hlægilegt Það er það er ekki örfáir hlægilegt að vera ennþá með kort Ég rúla með kort ég líka Þú setur það inn í helviti síma En ef sími eru batterislaus Það er málið, hann er batterislaus. Þú ert batterislaus Egill, þá getur ekki fyrir í bílinn þú getur ekki keypt inn eitt Það myndi aldrei gerast Það gerist oft hjá fólki. Ég er batterislaus ángrín svona 2-3 á hverjum Það er degi ekki að fóra rakinn, þið hlaðið ekki síman eitthvað á nóttu Já. Þannig að hvernig ætti ég að vera með veskið í Fyrsta lagi, batterið eitt sígur Fyrsta Ég lagi hef ekki eins og sé síma minn sem við komum Já. Hann getur vel að vera að sé Og ef batterislaus þú veist út að fara okkur locationa sem þú ert líklega ekki í hlæðslu og tekur með hlæðslutæki Já, og- Problem solved Stráka, þegar ég er alltaf með kort og þegar ég ferðast þá er ég með kass Ég fer í hraðbankum leiðulendi og tek út pening Cash is king. Að sjálfsög En ég nenni samt ekki að vera sá gaur sem er bara svona pínu hlegið Nei. En svo núna Það er úti hlegið aðeins blöð sko Núna Þú úti. veit að þú ert eftir á í tækni Ég er var, bara ég, ég, var, ég var ekki staðfest. með veski úti Ég borgaði alla taxa, allt með síman Ég var bara með síma á mér og búið Það er frábært Þeir eru með hjá þér. kass, þeir eru með veski Já, Þeir já. eru með síma, hvað eru með meira? Við bara húsleikla Hjöppi og mér í New York, cash is king Já, cash is king Sko málega það sem ég er mestu ágættan þéblu að því að sko ég er alveg sammála með þessu kort og svona En af því að þú ert ekki búin að panta á netinu og oft sem þegar við erum að sína eitthvað tækni og þá horfir þú svona og ránkólur augunum og ert bara Jesus maður, þú nennir þess ekki Nei, sko, Ég veit þú nennir sé þess ekki fólk nýri vinnu af því að allir nýri vinnu með alveg eins tölvu og ég Já, já. Vist, Ég er búin að vera með svona tölvu sem ég byrjaði í Vodafone að þegar ég sé fólk vinna á tölvuna Já. þá er ég bara svona ok, hvað er hann að gera ég kann Kann ekki að forrita eða neitt Neinin, ég kann íta bara hérna, ég fer á netið Já, fara að vísi Feskur. bara Já, það er í góðum En góðum. það sem ég hef ágjörð þér samt með það er að ég er svolítið hrættur nú er ég að vera heiðalugur þegar þú verður kannski Alveg hræddur um það? Já, ég er hrættur við þetta Sverða? Ég ætla að Eða ertu að reyna að vera fyndinn? Nei, sverða 67% Ok. er að þegar þú verður svona 60 að þú verður svo fúll út í tæknina og verður svo Ég hef leiður aldrei og verið þegar aldrei séð mig fúlan svona þú verður bara svona pirraður hefur þú séð myndina upp Já, teiknimynda? hvað heldur ég sé bara ságaur Nei, ég er sko, þú veist, þú gætir orðið bara svona pirraður Nei, ég er gamall, nefnilega- eða svona eldri kall Ég sem er típar sem fæ bara, veist, Teddy og Matteo og minnum bara sjá þetta fyrir mig Ég er svona gaurin sem ég fæ eitthvað svona til að hjálpa bara Já, hefur þú Ég er séð aldrei eitthvað gefið pirraður. En hefur þú séð gefið þegar á mýmið þegar gamli kallinn situr í stól og hann tekur my computer Ég hef og séð það. dregur í ruslatunum og tölvan hverfur Já, Já, ég hugsa um þig Nei. þegar ég sé það Það verður ekki ég, en við erum með alvöru þátt fyrir ykkur í dag, kæru hlustendur, við erum með klefa sem við tókum upp fyrir í dag og Egill, þú myndi hafa gaman að þessu því ég fórum í gömlegu kapasend könnuna, ég Yes. fyrsta sinn í langan tíma. Já, þetta var Já, það var jólalegu klefi Jólaþema. Já, svona, nei, þetta var bæði kostningar og svo var þetta allt innu bara hversu graður þetta á skalanum 1-10 og svona, að duttin spurningar þarna sem að kæmi vantala, kæmi vanalega ekki frá kapasend. Spurningkefni Kilsarnas, hvað eru að vinna með þar? Sko bara þegar ég labbaði út í gær fór úr 30 gráðum í -12 þá hugsaði ég ok, winter og Winter is coming. King of Winter og þetta er seasonal keppni Steindi vann 2003, Blöð 2002 þeir eru dead tight 1-1 þannig að þið viljið vinna þetta Já, það verður gaman að vera komið fórustu í King of Winter. Ég er nokkuð vissum að ég vinna þessa keppni í dag af því að ég er búin að koma að staðið með sjálf mig að íslenskt veðurfar er bara svolítið mitt veðurfar Aha. Já, ég kom En svo staðið verður komin í bara, þú verður komin með aðra hugmynd bara í næstu viku. Finnst þið gott að labba út í -11? Sko, mér finnst það allt í lagi að maður ég reyndar mjög illa klæddur maður ég fer alltaf út á peysunni þannig að mér er eiginlega alltaf kalt þið sjáum mig aldrei í úlpu Nei. það er pælið svona í því en ég þarf að vera meir í úlpu en málega er eins og, veist, ég fann það bara eins og vorum í draumatökunum núna daginn að það bara er svona Við byrjum í kulda þar og fórum svo í hitt. Já, og ég, þú veist, ég funkar ég er rosa fínn í 23 gráðum sko, en ég er ekki mikill 30 gráðum maður ég er Hvort myndur vilja vera alltaf í 5 gráðum Egill eða alltaf í 35 gráðum? alltaf í 5 staðfest Sko 35 held ég að sleppi Nei, það er alveg í faxinu, sko. Þegar vorum á krít og það fór í 38, 39 þá var alveg rókið Ok, segjum 38, sorry. Þá er þetta erfitt sko Þá er þetta 5 eða ekki? Já, þá fór ég Já, við Íslandi, við eigum ekki að hvart undan veðri. En eins og teneveðir núna, þetta var bara svona 25 til 28 það er perfect Já, það er flott Lappar út á mótnana og leið ekki illa
Herru, svo ætlum við að tala dónalega, drengir. Nei. Það hefur ekki verið tekið lengi og það, ég beðin það held ég vikulega. Herru, hvenær er að draga það að kjaftaði? En ef við býðum með þetta hún til lokin og það geti möguleikunni en dotti út af þessu mikið að gera. Já, það er margir leiðir Ég elska að það gerir. Ég lofa þessu á Insta. Við bara draugum Draga eftir Nei, ekki núna Lók fyrstu innkomu Já, eitthvað svo leiðis Ég ætla að henda ykkur í syngdu lægi Þú ert með fellow hvað? Ég er með How to do fellow kids Og svo er ég með rosalegri myndur fyrir Cash líka Við verðum að koma að maður Ég er bara svo forvitinn hvað þið segir Ég er með kortmyndur frekar líka Ég var til í myndur og Cash og kortmyndur frekar Við náum ekkert öllu sinns Við þurfum að velja þetta alltaf svo náu Býðum með syngdu lægið og býðum með tala dónalega Tökum allt til Tala dónalega Ég er að vona að ég sleppi þar Strákar En svo má ekki gleyma því að líka það er Super Sunday talandi við erum í beinni útsendingu frá Keiluhöllinni græðið ykkur miða fyrir sunnudaginn græðið ykkur borð fyrir sunnudaginn á Keiluhöllinna keiluhöllin.is United Everton og svo er þetta Liverpool Manchester City Super Sunday í Keiluhöllinni þannig að ekki láta það framhjá ykkur fara Strákar, það eru stóra fréttir úr Mósbænum Fyrstu tölur úr kraganum June er staðfest með ammæli eftir viku Já, herru, þú hendur í event Ég hendi í event Það var ótrúlegt að það tekist það, var enginn sem hjálpaði því Nei, jú, Ötti hringdi mig brálaður Ég hringdi, þetta er bara sönsa Þetta var ekki svona gannilestur Ég lét Steinda heyra það Svona alvöru heyra Gamaldagsleistur Já, og var í alvörinu reiðið það Ég sagði við hann slakað á Hann var það reiður, ég sagði slakað hans á Ég endaði nánast á að skella hann Ég sagði, ég nenni ekki að slaka á, þetta er svo mikið bull í þér Þannig að þetta var svona alvöru lestur Þannig að þið tókst að opnatöluna og búa til Já, og ég hendi í event Haldur þú lengi að þið þú byrjaðir? Sko, málið er að ég þannig að þess að skoða hann event af því að ég hendi í event og ég fóð bara, þú veist, gerði bara eitthvað og þú veist, ég þarf að fara núna og skoða þess, ég er ekkert búin að fókusa nógu mikið á þetta, sko Nei Svo hérna kemur þetta, ég ætla að lesa þetta En ég er búin að bóka svakalegt atriði í ammali, drengis Veistu hver er að koma? Viltu vita það? Til að vita Bjartmar Guðlaugsson hann er að fara að koma og það er að fara að taka 10. kynslu uppáhaldslægið í heiminum og uppáhaldstónlistarmaðurinn í heiminum er að koma í fertugssamleið það verður live af því að sko ég var það reiður við Steinda af því að hann var búinn að taka frá Hlégarð hann var búinn að ákveða þetta svo heyri ég hann ég bara farðu nú að hendi í event hann bara ég verði að fresta sumar ég bara hvað meinaru það er allt á stutti það er engin tími núna fyrir hendi í event hann kemst engin hann var bara að reyna að koma sér út úr þessu þannig að ég brjálaðist henni síman blöðlestur ég fekk alveg blöðlestur ég með frestunar og svo sendi ég hann er að tala þig núna sem bestu vinu en ekki sem einhver afmælis sjúklingur það er þið mjög lélegt að offa þessu eða fresta ég breytnaði en fáið sem þorir að segja þetta sendi ég honum bara í messenger stuttu eftir þetta símtal mig grunaði svolítið að Blöð var að íta á þetta því að hún langaði bara að fara í ammæli því hann er ammæliskall en svo fattaði ég að þetta var svona kannski meira bara ég sko þetta er gaman að fara í og líka bara fyrir allir kring Big 40 ég hlakka til að hitta mömmu og pappa og sískina en veit einhverju mesti óttin minn núna að ég sé að gleyma bjóð einhverjum því að ég er að gera þetta mjög rætt sko ég þarf eiginlega bara að beða fólk að pinga mig sem ég er að bætur bara liðin inn já, eða fólk veit bara ef það á að vera þarna þetta er svolítið þannig ég er svo hættur ég veit já ég á að vera þarna ég er að segja Íkja Gilsið hugsa það ég á að vera þarna Þurrsblöð var búin að hugsa núna ég á að vera þarna ég hugsa bara mér finnst ég er bara potta gleymur það er ekki góð tilfinning að hugsa það er ekki allir á Facebook það var líka, annað stórt atriði í dag við settum miðasölu í gang á árlegt gig, þetta er eina árlega gigi sem FNÍFM Blöð er alltaf með það er jólaballið okkur í Sjálánum sem eru haldið laugardaginn 14. desember, miðasala hófst í dag og ég get sagt mínu besta fólki fyrir norðan að það er meirinn helmingurinn á miðunum farin og klukkan er 4:30 þannig að tryggja ykkur miða á tix.is vera á tánum núna rosalegt, Jóhanna Guðrún ætlar að koma með okkur í fyrsta sinn þessna við hæfi að byrja á bara komið að því þar sem við erum öll því að allt þetta lið verður í Sjálánum 14. des tryggja ykkur með það áður að vera óseint Topp tónlistarstöðin FM 957 Þetta lag verður tekið í Sjálánum 14. desember og eins og við sögðum án miðasala hafin á tix.is og það hefur uppselt síðustu 3 ár og meirinn helmingunum miðunum farnir þannig að tryggja ykkur með það á tix.is þetta er eiginlega uppáhaldsgigið mitt á árnum ég er ekki að taka
Sjalland maður. Það eitthvað við þetta hús sko. Þetta bara stemningin lið uppi gólfið, þetta verður svona þetta eins og ég segi, þetta minnum stundum á svona lokaðri í 1 mæl sko. Þetta svona meðan þú hitta svolítið já, þetta alvöru svona þetta er eitt af þessu sveittu gigum sem mér er skemmtilegast að spila á. Dýrka bara að sé eitthvað svona gig sem að við erum með árlegt en herðu, við ætlum að fara í slúður hér, drengir, eru þið tilbúin í smá slúðurpakka? Hvað ertu með handtök? Er þetta sögðu fyrirfram? Er þetta gott eða er þetta Þetta ég er með ágætt, það held ég Leonardo DiCaprio, hann er að fá smá skít eftir sáuðu vídeóna sem var að lappa fram hjá öllum aðdándu sínum á hótelinu. Nei, en hlutabröðin hafa verið að lækka undanfarin ár sko. Þú vilt meina það Ég nefndi ekki að svo fyrir svo nefndi ekki ára vídeo Já, þetta er búið að fara svona út allt Hann basically var að tjekka út á hótelu og fullt af aðdándum hann sem biðu Hann þóttist verið í símon og setti hetta og svo labbaði byrta Þetta var ekkit alvarlega en hann er að fá skít Og fólk að tala hvað það væri lélegt því að eins og einn orðar að hérna þetta er fólk sem að borga sín á bíómyndunum hans og hann er í skíl alveg svona en má ég segja eitt bara aðeins þetta mál ég veit ekkert hvað þetta snýst, ég hef ekki séð þetta neitt Ég var að segja þér hvað þetta snýst Þetta snýst það, hann bara lappaði með hettu í síma og fór framhjá, ég get sýnt þér þetta En býtu, hver er munun á þessu og bara það sem blökir á leiðinu heim frá AC og lappar í gegnum fríöfnum með hettuna Af því að ég er ekki með fulla fríöfna aðdándum að bíða eftir mér Ég vil óska þess að væri þannig, en það er bara ekki henni Hérna sér þetta, hann er bara að labba, hann er fullt af fólki að býða eftir honum séru Hann er bara svona í síman með hettuna á nennir En hefur kannski einhvern tímann einhver spáði því að þetta er náttúrulega svona á hverjum einasta degi hjá honum Alla daga vikunar Þú ert að taka upp hanskan Ég ætla aðeins að gera það og hérna, segjum að þetta sé þegar þú vaknar og fer að sofa, þetta er allstað svona sama hvar þú ert, alltaf allan daginn, allt árið Hann er ekki frægasti leikari í heimi Hann er bara einn frægasta manneski í heimi og segjum að hann sé bara í fílu segjum að sé að rífast við einhvern eða rífast við konuna hann er eitthvað í gangi og hann þarf bara að vera mættur og að labba og bara ég bara eiginlega get ekki fara að setja upp eitthvað gerfi andlit og hitta fólk akkur núna það er hægt að máta þetta hann elskar Sunshine því að Fiji það er Sunshine þar Já, hann er sem gilsarinn hann prófa nýja staði En veistu hvað það er líka að gera? Það er líka að labba bara og segja ég guys, sorry maður, ég er í fílu Ég verði að fara heim Það er eiginlega astnalegra samt sko Já, það verður að kemja fyrirsagnum um allt eitthvað Hann er í fílu Hvaða fullandi maður fyrir fílu Það er í fílu Það er mjög sérstætt að vera í fílu sko Ef þú fer í fílu, það er maður ekki bara í fílu í svona 2 mínútur Þú mátt ekki rakka niður næsta slúður Af því að mér þykir vænt þetta slúður Þú ert aðeins yngri við Egill Og ég veit að það er fullt af fólki á Miklu yngri Já, ekkert miklu yngri 4 árum yngri Herðu, sko Nelly og Ashanti Manstu eftir Nelly Með plásturinn? Já, okkar besti maður It's getting hot in here Og Ashanti sem var líka svona 2000 stjarnar Manstu eftir henni Hún átti nokkur lög og tók með þessa lag með hún rámar í það Ég ætla ekki að hata þetta slúður ef þú ert að segja að þau séu núna eitthvað að reyna að gera eitthvað saman Nei, býtu Þau byrjuðu saman á sínu tíma þegar þau voru bæði the shit Hættu svo saman 2013 En byrjuðu svo aftur saman fyrir 2 mánuð síðan Eignust barn Og 3 mánuðum setna núna eru þau aftur ólétt Þannig að Nelly og Ashanti eru að fara að eignast sitt annað barn Sko, hún er ólétt 3 mánuðum eftir að hún átti síðasta barn Sko, en þetta er þetta ekki svolítið fallega fyrir þetta? Mér finnst það, þess vegna mátti segja að það var eitthvað gúrka Því að Nelly og Ashanti, ég eitthvað svona bara þegar ég lasi þetta, ég bara heyrðu Sönn ást Sko, hjónin á veitni gefur 2 lög saman Body on Me sem kom út árið 2008 This Little Game We Play En ef þú vilt sjá mig æla hérna þá myndur þú segja mér að þau væri svo að fara að gefa út plötu saman Þá myndir ég æla Nei, það er ekki neitt hannig Nei, þetta er ekki bara Þau eru bara að gera fjölskyldu Já, Nelly á 2 börn og fyrir samböndum og já, mér finnst bara fallegt að Ashanti og Nelly að fundi hvort annan aftur og bara börn á leiðinni Ég veit reyndar ekki hver hún er sko. Haldið það sé erfitt að vera svona eins og Nelly, hann er ekki lengur the shit, hann var the shit en hann getur alltaf samt fyllt svona staði úti eða þú auglýsir Nelly þetta er svona ekta dæmi Hann getur fyllt gamla bíó? Nei, hann getur fyllt ef við erum í AC og sjáum að Nelly er á the pool þá mútum við mæta Haldið það sé erfitt að vera í svona geimi frá því að vera heimsfrægur og vera að taka svona lítil gig Já, ég vil sé alltaf erfitt þegar þú ert eitthvað og það tekið síðan bara af þér Það er allt annað að vera litla Íslandi en að vera bara, hann var actually bara heimsfrægur Kúpla sig niður og ferði $1 million og ferði 100
og fer svo niður í 10. Ég meina nefndum Hann alveg líður- Hann áður ekki fínan peninga fyrir Já, þetta, en þá líður illa en þú fórst úr 1 upp í 10 þá líður skóngur. Já, en Saman meina- sem með þú verður heimsfrægur og svo er það tekið af þér. En getið þið nefnt Þetta eitthvað sem liðið verður þunglind. En getið þið nefnt eitthvað lið sem hefur verið heimsfrægt í 40 ár? Er ekki bara, getur maður ekki talið það bara á pötunum? Það er fullt að lið. Heimsfrægt í bara, þú veist, ég meina, þú veist, Bara held líka liðið sem strögglaði við þetta, skilju. Sem er allt í enn- þetta shit og svo hérna... Ég ætla að enda þetta talandi stærstu popstjörnur í heimi. Þá var að koma út listi sem að frá Billboard's Greatest sem að svona er með puttana púlsinn. Ég ætla að spyrja, ég ætla að sjá hvað þið náðu mörgum á top 5. Hver haldið þið af, ok, nefnir... er þetta all time? Nei, þetta er núna the 21st century. Ok. Það er að tala bara, já, Ok, ég ætla að segja, hérna, nefndu mér þessar 5. Já, Taylor Swift, Rétt. Kendrick Lamar, Er hún ekki efist? Rámt. Nei, Taylor Swift er í öðru seti. ok, Beyoncé, Rétt, hún er í fyrsta seti. hérna, Jennifer Lopez? Nei. Weekend, Nei. Pitbull? Nei. Pitbull, Þetta raunast Pitbull. hann getur fyllt gamla bíó, sko. Reynda verður við þetta bara að fá Pitbull til landsins. Við þurfum einhvern tíma að reyna að fá Spila hann Pitbull. til Ok, að herðu, þeir eru með Beyoncé og þeir eru með Christina Aguilera? Nei. Studentsveisla FN9 En blöð, þá kemur hugsaðu, Pitbull. hver var stærri en Christina Britney Aguilera? Spears. Rétt. Já, Við 2 eftir. er þetta Nei, ekki, hérna 3 eftir ég segi. ætla að segja þá, hérna, Elton John? Nei, þetta er 21st. Já, sorry, já. Þetta er Ok, Drake. nei, Elton John. ætlar að segja okkur. Já, ok, það vantar eina píu. Þá er það líklega Jennifer Lopez. Bitch better have my money. Já, Rihanna maður, Herðu. okkar besta. Já, þannig að Hann þetta er já, þetta eru stærstu popstjörnur heims í dag samkvæmt Billboard og þetta var svona eiginlega slúður. Nick Cannon, hann var líka í einhverju viðtali að tala að hann væri að narcissist og væri að vinna í sér, hann á 12 börn með einhverjum nokkur konum en segist alltaf að vera á betri stað. Ég bara nefndi ekki að heyra Ef ég ætti 12 börn með 12 mismöndu konum og ég myndi segja við ykkur að ég hef aldrei verið betri, þá held ég að Er þetta 12 með 12? Nei, þá er það bara eitthvað 12 á. með 8 þetta er ekki 12 með 12 12 börn er helviti Þessi mikið. graður ertu á 12 börn? Ég minn, hann nær byrjunlið í fótbolta og einn á bekk. Já. Já, þú getur verið Það heilt er fótboltalið, bara krakkandir að spila. Það er rosalegt. Já, það er Það var handbóltalið með bekkin. Ha? Já, þetta er bara heill hópur í körfubolta. Ég minn í gamla dag var bara basic að eiga 10 börn, sko. Nei, og svona basic eiga 4 ekki, 3-4. Það er bara Nei, vesen eiga miklu 2. Í dag er vísindileg fjölskylda, það er bara að eiga 2 börn. Nei, bara Hvernig fyrir- bókar hann setið tenni? Þú veist, það er alveg vesen. Þú fæst herbyggi bara með fyrir 4, sko. Nei, gæs, Það er bara að patta nokkur herbyggi. Fyrir 3? Nei, minna fyrir 3 Ég er líka bara að patta út að borða. út að borða, það er ekki hægt. 12. Það er hópur hérna. Já, sérstaklega ef þetta væri þú eiginlega, því að þá erum við 12 börn, svo þarfst að vera með sæti fyrir Rikka og Mikka og allt andur og segið þetta. Egil mætti alltaf með 20 mönnum með sér, sko, í fjölskylduferðir. Það er einn út bara með fjölskyldu. Þetta er í salur. Þeir eru bara að vera á hótelinu. Þetta er allir veitingastæði. Já, nei, strákar ángríns, svona 50 ár síðan, það áttu bara allir 10 sískinni, sko. Nei, Jú, það er bara. þetta var þannig í þinni fjölskyldu. Nei, þetta er ekki bara í minni, sko, jú, þetta var þannig í minni Já, fjölskyldu. það er sem ég er að segja, en þetta var ekki þannig í öllum. Já, sko, þú eru átt að því að þetta var þannig hjá mörgum, sko, þetta þú sér það, sko, afi minn og sískinni hans, þau voru bara mörg sett í fóstur. Bara það var ekki, og svo mörg börn, það var ekki hægt að, þannig að það er bara ekki styttra síðan, sko. Þetta var slúðurpakki dagsins. Ekki Við lengra erðu hér strax eftir auglýsingar og lag, þá ætlum við að draga í, já, tala dónalega. Þannig að, en við skuldum auglýsingar, fáum þær og svo tölum við dónalega hér eftir smásnund. Topp tónlistarstöðin. Þetta er FM 957. Já, segir Steindi Junior hér í klefanum góða. Við erum ekki beinni útsendingu núna því að við erum komnir hérna í okkar uppáhaldshólu. Það er rétt. Ef hólu skal kalla, svona, já, lítið herbyggi. Hvað ætla þetta að sé fermetrum þetta herbyggi? Nei, þetta er svo 10. 10 fermetrar. Ætli það ekki? Já, það er kósi að vera hér. Þetta er bara, þú veist, sko, máli er að þetta er bara lítið klefill að gera síma. Já, hljóð einangrað og heyrum ekkert hvað er að gerast frammi og svona og bara næs. Við höfum verið að gera síma Allt of lengi? Já, sko, nei, allt of lengi. Ég hef verið að gera, ég byrjaði að gera síma bara sem krakki. Já, Og ég er aldrei bjóstu ennþá að við því. því að þið vinna mín. Nei, þetta er ekki einu svona, ég ger þetta líka stundum því ég er ekkert í vinnu. Það finnst mér nefnilega ótrúlegt. Þú ert ennþá að gera síma Já. bara að leika með vinuðinum í bíl. Já. En Hvað þýðir það eiginlega? Fyrir mig? það þýðir að þú sé svona býna eftir á heldi. Er það? Já, svona, nei, þú ert bara heldur í barni, krakki, það veist ég ekki hvað er það að leita Stemningsmaður bara. Nei, Já, stemningsmaður er kannski gott orð. Ég fór alltaf inn að hugsa bara að þetta er, hvort það sé ykkur aðra þessu, sko. Nei, Ég ætla að vera fertugur, sko.
Já, sko, fertuðu bara þessu máli. Já, ég bara verða fertur, þetta bara 10 mínútur. Já, herðu, allavega, það sem við vorum að tala núna sem kannski ekki gott neða við þessa umræða, við ætlum að fara bara í eitt gamalt og gott svona barnalegt, það Capacent-könnun. Capacent ekki til í dag? Nei, sem gott. Já. Þannig að við erum að hringja frá Capacent og svo bara maður spyr einhverja spurninga og svo á maður að byrja að lauminn einhverju kjaftaði. Ég hafði alltaf gaman að þessu gamla, við hefum ekki gerst þetta lengi. Nei, ég er mjög gaman að þessu og líka þægilegt að gera þetta núna á kosningunum. Já, það er þetta að fara beint í kosningar, það er líka að koma jól sem minnir mig að við erum að fara í ferðarleik Bylgjunnar, jólaleikin. Jólaleik Bylgjunnar. Tökum hann í næstu viku. Nákvæmlega, vinna jólatrí og vinna innegni Haggu upp og allt þetta. Allt þetta rugl. Viltu byrja, viltu vera eftir? Þú mátt ráða. Ok, þá ætlum ég bara að taka plásturinn af. Ég skal bara byrja þetta. Ég langar eiginlega að klára þetta. Ég hefði viljað að þú var einn í þessu í dag. Nei, við verðum alltaf að vera báðir þessu. Já. Ekki vera lengi í kosningunum, farðu bara snemma í þetta. Snemma í ruglið? Ekki? Ok, hvaða nafn? Maður það 3 venjular. Já, ég ætla að ringja í Gaur, því ég er með eina þannig spurningu, hvað einhver nafn sem að kitla þig? Smári. Smári, gott. Ég þekki eitt Smára, topp maður. Já, svo náttúrulega Gutti, Eiður Smári. Herðu, já, ég er að spá ég að fara í þennan toppmann. Ég vona fyrsti svari, sko. Halló. Smári? Já. Komdu sæll og blessaði, Bjarni heiti ég og hringi frá Capacent. Frá Capacent, mætti ég trufla því 1 mínútu? Nei, þakka þið fyrir, ég hef ekki á því. Tekur enga stund? Takk fyrir. En ef það er bara 30 sek? Gamli. Þessu var ferskur. Ég var ekki búin að sleppa orðinu, ég vona að þetta heppist í vist. Það var ekki að... Málega það er ekki það auðvelt að fá fólk á línuna, sko. Ég nenni ekki sjálfur að svara sem að dæmi, sko. Nei, reyndu aftur. Anni Smári. Já. Smári. Það er hann. Komdu sæll og blessaður, Bjarni heiti ég og hringi frá Capacent. Ekki mætti ég trufla því 90 sekundur, það verður ekki lengra. Nei. Fyrsta spurning, ertu búin að ákveða hvað ætlar að kjósa? Já. Þú ert búin að kjósa, glæsilegt. Já. Næsta spurning, er allt tilbúið fyrir hátíðarnar? Er búið að versla allt og ákveða allt? Nei, það er 90% jólagjöfum er búið, já. 90%, glæsilegt. Setjum þá já bara. Má ég spyrja, notar þú kreditkortur og versla jólagjafir? Já. Og debit? Og debit, já. En þá, má sjá. Hversu graður ertu á skalanum 1 upp í 10? Hvað segir þú? Hversu graður ertu á skalanum 1 upp í 10? Hvað myndir þú setja þar? Nei, það er bara no comment. No comment. Veslarum margar jólagjafir? Já. Mætti ég spyrja, er það yfir 10 eða undir 10? Það er pluss 30. Það er 30, það er ekki þannig. Það er fullt af barnaböndum, ég veist það maður. Já, það er barnaböndum og allt. Já. Kveikja jógabuxur í þér? Nei. Nei, við það. Hefur þú dáið áfengistöða? Nei. Hversu mikil fyllibitta myndir þú segja að væri á skalanum 1 upp í 10? Ég hugsa svona 2 nú orðið. 2 nú orðið. Farið að minka? Já. Herru, þá er þetta bara komið. Þetta er svona, hvað heitir þú? Ég heiti Bjarni. Heitir þú Bjarni? Já. Er það alveg örug? Nei, kannski ekki. Ég heyrist það ekki á hláturum mér. Þetta er við steindurum eitthvað að fokast til það. Já, ég grunaði það, þetta er gáðsannlega. Sorry með þetta og bara gleðilega hátíð. Sumulegis. Æði. Sumulegis, maður. Er hann kom? Þess maður, með barnabönnin og... Ég komst í einhvern jólagýra heim. Hann bara kaupið við 30 gjafir og... Ég ætla ekki að klippa hann út. Það var eitthvað svona fallegt við þetta síndar. Það var eitthvað fallegt við þetta. Hann kom okkur í jólagýrin og hann kom helvíti vel út úr þessu. Já, 2, hann er jógabuxur hvað gekk í honum og hann er 2 í fyllibittu og... Já, 2 í fyllibittu, mér finnst það helvíti. Hvað myndir þú gefa sjálfu þér það? Já, 4. 8? Nei, svona 4 og 5. Já, 4 og 5. Já. Er þetta tilbúin? Já. Vilt þú líka Smára? Já. Þú ert samt ekki að fara að nota Smára? Nei. Er það Smára krakkan? Já, það er líka smá pásu. Jó, nei, ekki kannski langri pásu, hann er ekki núna. Eitthvað smá. Já, þú varst að vinna með smá svona breytta rödd á maður að fara í það. Ég veit það ekki. Ég skal gera það líka. Já, góðan daginn, Bjarni heiti ég og hringja frá Capacent. Mætti ég trufla því í svona 12 til 18 sekundur? Nei. Gerðu það hjálpa mér persónulega svo mikið því að ég þarf alltaf að skila ákveði mörgum? Já, mér er alveg saman það. Ég er ekki neina kannanir og ekki neitt. Nei, ég ætlaði nú bara að spyrja þig hvort þú væri búin að kjósa. Sko,
Sko það er eiginlega bara gott að þessi er í gilli. Já, sko Það er ekki verið hest með spurningar. Nei, það er erfiða spurningar á leiðinni frá mér, sko. Ég manna hann í það. Já, ekki. Þetta hefnist aldrei í fyrsta maður. Nei. Já, góðan daginn. Ok. Já, góðan daginn. Góðan daginn. Freyrit, ég ringi frá Kapasend. Mætti nokkuð trublaði í svona kannski 18 sekundur örstutt könnun hérna. Já. Já, ég ætla nú bara rétt að haki hérna þegar við þurfum alla að gera það hér. Ertu búin að ákveða hvað þú að kjósa? Já, ég held það. Já, þú þarft ekki að segja flokkin, bara þú ert búin að ákveða. Ég er búin að ákveða, já. Já, það er frábært. Er allt klártur í jólin? Ertu búin að vesla í matinn og kaupa gjafir? Nei. Já, ótrúlega, hvað margir eru byrjaðir að því? Samt er ekki nema, sko, það er ekki komið desember. Já. Það er svakalegt. Heyrðu, maður sjá, hefurðu kroppað í sigg? Sigg? Já. Hvað er það? Það er bara svona hefðbundið sigg sem kemur á hendurnar, fattaru, eða lappirnar. Já, ég er ekkert að því núna, sko. Nei, þetta er svona almenna spurningar, sko. Já. En hefurðu kroppað til blóðus? Það hefur komið fyrir, já. Já, maður sjá, það hefur komið fyrir. Ertu blæðari? Nei. Ég meina að ég gefur blóðið það. Hæ? Hvað er þetta að meina með blæðari? Það bara stoppar ekki blæðingin, sko, þegar það byrjar að blæða að þú ert að kroppa í því. Nei, ok. Heyrðu, ekki hefur þú dottið í runna? Nei, ég man ekki núna, nýlega allan. Nei, já, ekki það. Það er ekki margir sem hafa gert það. Ertu með smokk í veskinu? Nei, það er ekki með smokk í veskinu? Nei, aldrei verið. Nei. Já, hefur þú farið í svartan ruslapoka og öskra ég er í poka? Nei, mikið að nei hér. Það sjá, hefur þú reykt skaf? Hæ? Hefur þú reykt skaf? Skaf, hvað er það? Bara orðið tussu friðin? Hæ? Hefur þú reykt skaf? Ég veit ekki hvað það meina. Það ekki segja já þar bara? Já, það er ekki hvað það er. Já, í rauninni bara, þú veist, reykt, þetta? Nei. Ok. Hefur þú klippið í hunda til að með grilltöng? Hef ég. Klippið í hunda til að með grilltöng? Nei. Þetta er svo höfulega spurninga, það er nú alltaf í nennast þann tíu. Nei, já, þetta er líka búið hjá okkur. Þetta var í rauninni bara þetta, sko. Já. Herru, þú stóðstu bara svo hett í þessu. Já, ekki. Jó, þannig að ég strika þig að listanum og bara takk fyrir að taka þátt. Þetta er nafnlaust. Já, ok. Ok. Bye. Sko ég dýrkaði típuna sem varst að leika. Þetta var, þú varst komin einhvern karakter. Það er ekki, tussi fyrir. Hvað átti ég alltaf frá lengi? Ég elska þetta. Ég varð að kveðja. Ég grenja alveg. Ég varð að kveðja. Djöfull er ánægð með þitt maður. Sko hefði þetta, ég veit ekki hvert að enda. Nei, hann var bara, þetta er orðan svo skrýtna spurninga maður. Ég var í löngu búin að skella hann. Ég var bara, hættu þessu kjaftaði. Já, líka bara með voru mínir. Já, það er líka, þú varst neð eitthvað svona vingjallan karakter sem var að hjálpa þér. Já. Þessi rödd, getur þetta að geima hana, ef þú manst það alveg. Já, ég þarf að reyna upp. Mér þótti væntum hennar góður. Þetta var bara gamla góða Kapasend könnunin. Ég ætla að sló mikið, múnandi þið líka. FM 957. Heil í allt, það held ég. Þetta verður tekið í sjálfanum, heldur betur. Og við erum stattir hérna í Keiluhöllinni. Hér líður okkur vel, nýbúnir að fylla á einn lætara hérna. Það er eina sem böggar með drengir, eins og núna, nú er að tínast inn fólk. Að þeir eru búin að sitja hérna í allan dag og maður getur farið sjálfur í dæluna. Það var ekkert eitthvað rosalega, það var eiginlega of heimnislegt þegar ég var að dæla sjálfur hérna á hann og fólk að panta sér pítsu. Nei, fólk veit alveg hvernig staðan er hérna, við erum að taka upp þátt. Já, Keiluhöllin er búin að vera með okkur í 10 ár. Við erum að fara klokkan 1, sko. Já, hvað er shit show? Vandalega kemur hann með svona celebrity appearance, tekur í höndin á okkur, er hann nógu góður fyrir okkur félaga núna í 500 milljónir síðan? Eftir hann kefti nýja húsið, þá bara, það er góð spurning. Það er alltaf kíkt. Lesið. Hann kvartar ekkert maður. Hann er aðeins svo stór fyrir okkur núna. Ég lítið fyrir það. En ég sé sko strákar, málið það, klukkan er núna, hvað er klukkan akkurat? Hún er akkurat 5 mínútur í 5. Vá, djöðlir þetta búið fljótt að liða. Og það er bara að byrja, sko, það er bara keilan er orðin stöppuð, lið kom á barinn. Ég er leiðin á Jólahólm. Já, þú ert alveg á Jólahólm. Í fyrsta skipti, aldrei farið á Jólahólm. Við steindurum að fara 18. Á 18. des. Já. Ég er
peppað? Mætum við, já, ég hlakka til að sjá Jóla Hólm, en svo er líka talandum það sem við erum að vera í kvöld, að þá var Dr. Viktor að senda mér að hann er með klúbbakvöld á sviðinu á Selfossi í kvöld, hann, Ingi Bauer, Big Sexy, Eva May, Love Guru, alvöru veistla og það er ennþá til miðarinn á tix.is. Þannig að ef þeir eru á Selfossi þá eru að fara á sviðið í kvöld. Og ef þeir eru grái þá er það eitt út með skýrslu. Já, ég líka, og svo doktor þetta með okkur í Sjálfálu líka. The physician. Það er alltaf gott að vera með lækni með sem. Það er einhver í salnum og líður yfir eitthvað og hendur bara. Það var svo fyndið þegar Steindi fatt að hann væri alvöru læknir, hann held þetta væri bara DJ-nafni hans, Dr. Viktor, svo þegar hann frétti að hann væri alvöru læknir og hann geti græja honum lyf í apótekið, það voru versta sem kom fyrir Dr. Viktor held ég. Hvað hann er búin að skrifa oft upp á eitthvað kjaftaði fyrir Steindar? Já, hálstera. Það sendir líklega enginn oftar á hann Stone. Ertu búin að beða að taka bláar fyrir þið? Nei, en málið það ég var ekki að reyna að vera fyndin. Nei, ég þarf ekki bláar, ekki strax. En leið og ég finna það, ég þurfu þær, þá hringi ég doktorinn. Ég skammast mér neitt við það. Nei, auðvitað ekki. En málið það sko, 2 bláar. Tilina með springa bara. Ég get alveg sagt það, ég fekk mér eina svona og ég fekk svo mikið hausverk að þessu maður. Er þetta ekki hálf nóg eða? En sko, ég basically, ef ég gigga strákar, þá missi ég röddina. 1 gig, röddin farin. Af því að við beitum henni svo vitlaust, við erum alltaf öskra og við erum mikið ír. Já, við erum bara stemningsmenn, kunnum ekki að beita röddinni eins og atvinnusöngurar. Og þannig að það er heldur gott að með Viktorinn ef við lendum í að vera rallusir og stórt gig framöndan, þá hefur hann græði okkur. En er ekki bara komin tími á spurningkeppni Gilsarans? King of Winter. Mér varst snemt í King of Christmas. Það var dettin, árleg kjarni. King of Birthdays hefði nú getið verið næsta. Sko, ég var líka að hugsa það. En það getur verið næsta föstudag. King of Birthdays. Það er það bara föstudaginn fyrir afmælið þitt. Svo eftir það eru að fara á Erfitt er í þig að því að núna er ég að segja satt Steindi, það er engin vinur sem er mikla svona aldurskomplex á þú. Finnst þér erfitt að verða fertur? Nei, mér finnst allt í lagi. Okay. Mér finnst það allt í lagi sko. Þú er ekki að baka? Nei, ég sá eitthvað svona reel á Instagram. Þá viðtal við eitthvað svona gæja sem var að segja að þegar hann var fertugur, þá fannst honum að vera orðin svo asnalugur allur að hann eiginlega þessum 10 árum og svo fatt hann þegar hann var 50 og svo var hann svo ferskur 50. Þá fannst honum svona lífið kikkin og eigða 10 árum sko, í vitleysu sko. En mér finnst betra að vera fertugur en 20. Það er ekkert annað. Er þetta ekki sammála? Gott fyrir, jú, ég elska þetta, ég elska eldast. 40 is the new 20. Það sagði það. Auðvitað sagði hann það. Það sagði það. Já, King of Winter. Og það er 1-1. Það skýta helvítis kuldi. Ég er bara hreinskilinn, ég er á 4. læt hérna, ég ætla að svara. Ég ætla ekki að vera svona Nei, þú vilt vinna. Þú vilt vera ekki út af King of Winter. Það er eiginlega svalar en King of Snow. En þú fær ykkur Hawk 2 á spurningarna, ætlar það bara að svara þeim? Það er reyndar eitt eigið. Bara hreinskil. Takt ef það er eitthvað svoleiðis, bara glimtu þeim. Já, sko ég get ekki, ég hef ekki búin að lesa yfir þetta. Finnst þér ennþá töff að segja Hawk 2? Ég byrjaði að vinna þessu fyrir 7-8 klukkutímum síðan. Nei, af því að þú veist þessi Pía, hún er komið sitt eigi podcast og eitthvað, þetta er orðið svolítið gamalt. Þetta er eitt vissasta podcasti. Já, en finnst þér ennþá ógeðslega töff að segja Hawk 2? Ég held að þetta sé að fara að vera búið. Ég er ekki sem þetta sé í daginni. En sko, ég sé það bara á þeirra að kemur eitthvað. Ok, myndirðu segja að þú verið cool? Já, ekki. Það þekki ég blöðana. Þú veist hvað það er blöð? Ég, sko... Nei, þegar þú segir þetta, þá er þetta svo hræður. Þú ert cool. Nei, en sko, ég held að sé ekki allum sem finnst það í kringum mig, en mér finnst það á stundu sjálfum, já. Ég held alveg að taka stíða þarna. Ef við værum að labba núna, bara eitthvað downtown New York, væri bara að labbum. Bara nýttið yfir að skegg, komin í frakkan. Já, og... Þá held ég að við værum seint talnið að vera cool. Já, ég held að saman. Það er ég að taka þetta tilbaka kannski. Nei. Ég held að vera í frakkanum í yfirskeggi. Reyndar þegar ég hugsa bara, wow, Stoney er cool. Ég er ekki svalugur. Nei, ég verði að taka þetta tilbaka. Ég held sko, þú veist. Ég held að vera að gefa ykkur þægilegan punkt af 1-1 bara strax í byrjun. Af því ég hef séð gauðra sem eru svalir, ég verð bara, veist, ég er bólur. Nei, ég er ekki cool. Mér finnst oft sko fólk sem er hérna alveg bara. En stundum finnst mér það. Já, mér finnst bara fólk sem er alls ekki cool, bara er eiginlega bara smá lúðalegt, sko. Það finnst mér oft vera svolítið cool leið, sko. Ætlar að taka stíl? Þess vegna ætla ég að segja að ég sé cool. Ok, þá ætla ég að taka stíl líka. Þú veit það. Smá samkeppni hérna. Þið viljið vinna þetta allar lífgöp á hún ógæslega betur með að fara í bestu böð in the history of mankind, skógaböðin.
Já, það núna fyrir sjálfan. Já, en máli, Við erum alltaf með sömu rútínu. þetta ekki öðspurning, því að Stonefucker Já, ég fór ekki síðan Það er alltaf að fara að leggja sig Nei, svo ég ætla tiny það. little baby það er það, Við erum alltaf inn í böðin, sóttir af eigandanum þá fyrir tiny little baby Seinast lendi ég bara í helluðu dæmi. Dóttir mín var bara veik alla nóttina, bara gull. Þú ert að leggja. Já, bara, ég var ekki búin að sofa í eina sekund. Varst út af því? Já. Og þá get ég verið til að taka þetta tilbaka Já, en, jú, við mælum Manni, þess að letið hann ekki að heyra það. Nei, Já, við ég mælum ætla að vera þeim. brótu að vera auðmingi sko Við tek böðin núna. En reyndar finnst Líka með mér læt á krana. Já, reyndar finnst mér smá skeri að fara í svona ógstlega mikinn hita og svona fyrir gík. En ég kem með ykkur. Þetta er bara, veist, og líka er ískalt fáum læt á krana, þau skiptu því út Er ekki svona kaldupátur? Góðu, við töluðum Skóböðin. Já, kaldupátur. Bara fólk sem er á Akureyri og er að fara í skóböðin núna, ástæðan fyrir að þið fá læt er að því að við letum það að heyra Út það. af við töluðum Já, ég ætla alltaf að eiga próst í þessu. Lendur stundum í vesinni með háraður þú hleypur úr sturtun og beint út með blautt hárið í frostinu Ég lendi ekki í því lesinni. Ég geti lent í því, já. Ég geti lent í þessu. Lendur í því eða ekki? Nei, ég meina ef hárið frýs. Já, sko, þú gæti lent í því, en lendur í því, hleypur út og er ískalt og það er svona frostnægt og finnar og hart. Vá, ég lendi í því svo oft sem úlingur. Já, ég gerði það nú líka. Ég man nú ekki eftir að vera núna síðustu ári eitthvað með frosið hár. Það er alveg máli. Nú, hvoruðu stig? Út af því ég held nefnilega að þú þurrkið það bara það vel, Stóni, sko. Hann reyndar hatar að þurrka sig, það er leiðilegsta sem að Steindi gerir. Ég þekki hann það vel, ég veit að leiðilegsta sem Steindi gerir er að þurrka sig með handklæði. Ég hef svona stundum svona hristi mig bara eins og hundur. Hristuðu þig? Nei, þú veist hvað Eins og hundur? Jesús. Ok, nei. Tókstu í alveg þetta út í því bara. Þetta er keiluhöllin maður. Passaðu þig. Það er 22. Plöntur hætta að vaksa yfir vetrartíman, en stundum þegar þú ert í gír, er þá eitthvað að vaksa hjá þér? Þetta getur verið eins og lélegasta sem það hægt í. Ég er ekki eins og genast, ég get ekki leiðið þessu Steindi, þetta er svo lélegt maður. Þetta fór samt einhvern veginn hringin, sko. Sko, út af þetta knowledge og svo Ég elska þegar ég fæ knowledge svo frá kom ég penisarn inn í leiðinni. Þannig að tala miðjusvæði, sko. Hvað heldur ég patti það? Það er bara bílaður. Jú, það gerist ef það ekki. Ok. Jú, það minna gerist hjá kallmennum, sko. Þú ert nú svona nettu stampinu kallið ekki Steindi. Nei, það er nú ekki. Kemur það bara þegar það á við? Auðvitað, ég er að meina þegar það á við. Ég er að meina þegar það á við. Ég vona þið séu það líka. Standpínu kall. Svo leiðilegt orð maður. Herra, ok. Standpína er ekki besta Ég orðið. velja þetta einhvern veginn vel hérna. Þetta er bara svona að maður vinna með þetta. Þegar að snjóar fyrir utan luxusheimilið þitt, snjóar stundum þá inni líka? Nei, aldrei, það er aldrei gert. Ok. Þetta er ég Ég var að lauma þeim smekklegin hana. Ég var að vonandi myndi ekki skilja hana og spurja. Ekki þannig að þeir... Herru, ég ætla að minna á hérna líka banna að hlæja í kvöld. Talandum að setja að fara á Jóla Hólm Egil. Hann er í þættinum í kvöld. En hann getur ekki hort því að... Nei, hann verður að horfa bara þegar hann kemur heim. Banna að hlæja í kvöld er Sóli Hólm, Dóri DNA, Sandra Barelli, Gísli Örn Garðars og Salkasól. Skemmtilegt Tekur Sóli hérna eftir hermur og... Hann fer á kostum. Herru, já, sorry. Já, nei á báða það. Já, nei á báða, það snjóar ekki heima. Það er eftir 22. Þegar þeir eru ískalt og þið líður illa, loggar á stundum hann að heimbankaðinn og það iljar þér. Nei, það er bara aldrei gert. Sakalega spurning. Ógeðslegt maður. Nei. Það sé bara helviti skrítin. Ég elska því ég byrja að semja þetta fyrir 12 klukktum síðan. Sér ég lesi þetta. Þú semur þetta ekkert fyrir 12 klukktum síðan. Sér er ég ofta að lesa þetta og er ég bara svona, hörðu, helviti, hvað er þetta eitthvað skrítin? Þá er ég að keyra kannski og leiðin til að robba í kartir. Ég var í klippingu í fyrramáli, í morgun segi. Þá væri ég að semja þetta kjaftaði. Áttaði bara þig núna. Aldrei iljað. Sumar er bara skríta. Eða 22. Það var ein eftir, ok? Úf, þarna kemur hún. Maður byrja, já. Hvað? Það síðasta. Þið veit ekki hvað er að koma. Ég er að vona að segja og sleppi kannski. Gruna hvað kemur. Þegar þú labbar inn heima hjá þér, ískaldur, eftir langan erfiðan vinnudag, iljar það þér þá að fá túða. Ég held bara ég bara tengi ekki við það. Ég sé að labba inn úr einhverju kulda og ég held að aldrei gerst að ég kom bara heim
og rókslega kalt úti. Hvað heldur þú séu? Skóaröksmenn? Og þetta gerist. Ég er bara svona, ég er að tengja spurninguna. Það er aldrei gæst, ég segi eitthvað að labba heim. Djöðli kalt og allt í hennu bara aldrei. Og aldrei svona, já, slaka hún bara ávastu mín. Nei, 2 börn heim og allt í ruglu. Þetta er bara nei, sko, það er ekki stig. Hvað fór það bara 2-2? Nei, sko, þú vannst það 2003. Já, vann ég aftur? Getur stólið þessu og tekur þetta. Já, nei, það er ekki stig hjá. Þetta er ekkert stig. Herðu, þá þurfum við að draga, drengir, í lokinu hérna. Áður við Þetta væri eiginlega bara, og líka bara ískaldur og eitthvað. Það er ekkert bara minna sexy en það. Svo er þetta líka að alltaf verða meira og meira þessi hokki hérna. Þið vinnir líka ekkert mikið út í rauninni. Sko, ég ætla að skrifa nöfnin hérna, maður sjá. Og við þurfum að draga, því að tala tónulega er á eftir og maður sjá, hérna set ég Steindi. Ég er að draga. Já, byrju, ég ætla að krumpa þessu saman. Viljið þið draga eða og ég að draga? Ég skal Ég vil draga. Já, ok, hvað er með þetta hérna? Við ætlum að draga, það verður talað dónulega eftir. Ok, Steindi, nafni sem þú dregur núna Það er ekki að býða þess með það samt. Jú, sá sem að þarf að tala dónulega fæ smá tíma til að semja það. Vilt þú núna draga Sko, ég verður til í Hvað? Blöð að tala dónalega mig. I would like that. Ég er gaman að Viltu vera með í? Ég Ég myndi langmest vilja hafa ykkur tóna. Ég er sammála, ég var til að Blöð myndi tala dónulega. Hann er búinn að sleppa helvíð. Herðu, ég held að þú þurft að gera einu sinni á svona 3 árum. Ég tek þennan með það. Ok, þannig að það sem að þú lest núna er sá sem þarf að tala dónulega. Sá sem þarf að tala. Já. Egill, þú þarft að byrja að hugsa hans núna. Sem er eiginlega vest að fá á sig. Okkur líður mér sem verður að fixa þetta. Fixa, þú varst að horfa á hann draga. En ég veit, hann er mjög snöggur með hendur. Egill, vilt þú draga eða ég að draga? Við hvernig þú talar. Get ekki mér saman. Ok, hérna, ég með nöfnin, dragðu það bara. Ég er ekki að slappa í burtu úr þættir með þetta. Please, að það stenda. Ég var henskil, ég vonaði að vera Steindi. Já. Það er auðveldar. Það er erfiðar að tala dónulega við þig. Á hverju höfðu það ekki bara Steinda? Nei, við bara opna þetta. Úff. Ötti! Jás! Þetta er versta mögulega Ég slepp alveg. Ég slepp alveg. Ég get ekki unnið með máli, ég get ekki unnið með my comedy á þig hérna í þessum lið. Hvað, þú getur ekki kallað hann feitt svín og eitthvað? Það er bara að finna eitthvað annað. Herðu, Guði, það er frumlegur í dag. Átti ekki eitthvað gott. FM 957 Við fyrir að hlusta á FM 95 blöð hér á FM 957 í beinni útsendingu frá Keiluhöllinni og það er fullu bátur Egill Einarsson loksins komin heim frá Tenerife á stórum föstudegi, kosningur á morgun minnum alla á að drullar sér að kjósa Black Friday Sama hvað þau ætla að kjósa Black Friday Já, Black Friday í dag og hvað, Cyber Monday á mánudag Þeir lofuðu að svara hvað ætla að kjósa Herðu, ég sverða, ég er ekki með nákvæm Já, eins og ég segi Þú veist að ég á erfitt með að sverja Þú veist, eðlilega bara, þú veist Svessin, okkar, hann er bara í einstar hingeta Ég væri hans kjördami, hann myndi alltaf kjósa En við erum bara ekki í hans kjördami Það er erfitt að peppa hann Ég fíla út að hugsa í góðu fólki Svona að hugsa frekar í stað að hugsa í flokkum Þessu og Svessi, Áslöf Arna, geggjuð Svona nokkrið svona pop-up í hausina sem er bara geggjallið Jón Gnarr náttúrulega minn Jón Gnarr, er Gnarrin í mínu kjördami eða? Er við í sama kjördami eða? Ég veit ekki þessu kjördami Svona að hugsa í fólki hérna Sko Málið er það bara Snorri Más Fíla hann í þættum Fullt af skemmtilegu og góðu fólki Málið er það Eina sem er að Við erum búin að tella 5 flokkar nú held ég Já, þannig að við erum svolítið all over þetta Og svo er Inga alltaf geggju líka Hún er búin að fara á kostum í þessu Sko Inga Það hefur eiginlega enginn komið jafn mikið óvart Þú erum að skemmta á hérna síðasta Fiskideginum Hérna á Dalvík Hún er snilling Hún er ógeðslega skemmtileg Þannig að basically sama hvað þú kýst Þá get ég tengt við og svo náttúrulega hérna fellow grínisti líka Davíð, okkar besti maður Sósíalistunum, Sanna flott líka Ég væri bara til að hafa einhvern nú Ég vil bara hafa, bara þetta fólk þarf bara alltaf að fara inn verður bara svo mynda ég meina, er ekki bara allir að gera sitt besta þetta maður FN 95 blöð í öllu sári aldrei verið pólitísk það er ekki að því að við erum eitthvað reyna að fela því að það er ekki sterk pólitík við höfum bara ekki mikið áhuga en ég sammála, þú komst inn á fólki mér finnst þetta góða punktur af því að ég væri ógeðslega til í að það væri bara ekki flokkar það væri bara fólk og það væri bara fullt af fólk í frambóði við myndum bara kjósa fólk Gæti bara handpikka liðin Já, það væri helvítið þægilegt Ég skil ekki þetta flokkardæmi Erst þú búin að ákveða þig, Egill? Þú ert svona hreinskilin að störu okkur öllum með þetta Ég, svona
Ég er tveir svona sem ég flakka á milli ekki 4-5 tveir, það er þetta svipaði á mér, svona 2-3 sem að flakka milli. En ég meina svo bara, veist, ég að fara bara núna á jólahólum í kvöld og bókum á jommun á morgun, sko. Já. Ég veit ekki hvernig gýr ég verði Já, hvað er sko málega Ætli ég missa flugvélinn á þriðjudaginn Já, áttur að koma heim á þriðjudaginn Já, þá planið sko bara þá hafði ég mið 5 tvös til að undirbúa mig fyrir komast í guð og lifta eins og svona Nei, svo hafið 3 tími nótt og ég er að fara á jólahólm á eftir Þannig að þetta er venjulega svepp fyrir svona steindakeisla sko Hann höndar svepp bara lítið svepp mjög vel En talandi steinda, varst þú ekki með eitthvað liðan? Herru, ég ætla að henda ykkur í myndir fyrir cash Myndir fyrir cash? Já, ég ætla að henda ykkur myndir fyrir cash Herðu Það er langt síðan að það verið að fara Alltaf í trailer Er ekki vesen að láta okkar mann í stúdíunum grafa upp trailerinu? Já, ég er eini sem kann á svona trailera þannig að Rikki leiklega má díl í Já, herðu, svo vantafullt af trailerum Já Ég held við fast ekki stundum, drengi, hvað er eftir á tökunum Það hefur samt verið svona gaman að fá allt í núna bara gling Herru, ok, myndir fyrir cash Eru þið klárir? Já, hvað er þetta, 3 spurningar? 3 spurningar í beinni frá Keilöðlinni klukkan er 16:05 Og ég ætla að byrja að semja að tala dónulega Við tökum það örgulega svona 5:30 Það þarf að vera alveg bara í lókin held ég Já, við tökum endur tvær einkomur Já, svona þú fætt 2 Það er einkomur miklu auðvitað að tala dólar við Stóni en þið sko Nei Herðu, hérna, eru þið klárir? Ég myndi bara 7-2 saman Ok, fyrsta spurning Og Wow, myndir fyrir cash, money Guðjón með allt upp á 10 í stúdíunum Guðjón með allt upp á 10 í stúdíunum, okkar maður Herðu, myndir fyrir cash, fyrsta spurning Hún hljóma svona, myndir setja hausinaðurinn í raskati á fíl fyrir 3 miljónir Og ég taka það fram að hann væri alveg cool með það Skilur því ég veit ég elski fíla Hann myndi bara fíla það í rauninni Þið verið saman í þessu, þú og fílinn Þetta hljóma bara svo áskorun í drömnum og ég fæ ekkert augalega fyrir það Ég myndi, já, pottet Var ég á háran það? Nei, en þú varst að segja bara þú væri svo ógæslega góða spurningar Ég myndi ekkert flokka þetta sem einhverja geggjaða spurningu sko. Ok, Við yrðum að fara í myndunni fyrir cash Þú varum svo gott stöð Engin söndgleru en eitt sko En ég ætla að hausinn Alveg, þú getur ekki andað Stonefucker, þetta er búin að kynna það Saur á fíl Er hann stærri en haus á manni eða Þú mátt alveg hugsa um þetta sem eitthvað annað dýr Gíraffi eða flóðhest Nei, ég meina hvað ertu fann að reikna út hvort að hausuna komist inn í rassinn á fíla? Já, bara, svona Ég þarf bara að stiga Ég held þú getur Ég veistu eðlilega nema ég er annarkvæmt hespag á manni eða stíi Já, þú veist, ég meina Það er fara inn í hausinn með raskat á fíl Hann er raskat á hann svo 2 metri í loftinu Já, þá ertu bara í stiga Þessi spurninga hvernig hann ekkert verið að hjálpa þættinum Herru, fyrir mig næstu Hvað meinar þú? Þetta er bara alveg spurning Já Þetta steint þessi býta til, sko Ég er ekki mér að kæra ekki hana Við erum stikk fyrir hana Já, sko, ég meina, hvað er ekkert þessa spurningu? Hvað er þessa spurningu? Ég var búin að segja að fílinn var gúl með það Fílinn gefur thumbs up Já, það er allir vinnur í þessu Fílinn er búin að segja, herru, ég vil þetta Já, fær helmingin að þessu Ég til í þeirra Fullt af bönunum Jó, fyrir 3 miljónir, ég myndi alltaf að gera þetta Að bönur, hvað sem górilega Nei, þeir elska banana Við hittum fílaður og Ég hef aldrei hitt fíl. asíska drömm Herru, en hvað, nei, svona ángríns Hvað, fannst ykkur þetta voru of hátala? Þetta sangir tala Mér finnst bara að Það er barnalegt Já, við erum að tala um pólitík að kjósa rétt og allir að kjósa og svo bara, herru, já, myndur þú setja hausinn hann í raskatu að fíl fyrir 3 miljónir Ég er bara, ok Við erum einum að vera ekkert pólitísk Nei, þetta hefur ekkert með pólitík Mér finnst upphæðin góð, sko Já Því að, sko, aðeins neðar þá líklega þetta að vera negativ Ég held að það var hitt en rétt upp Er þetta jáfara báðum það? Takk strákar Takk hérlega Ef að fíllinn er búin að gefa með thumbs up eins og þú sagðir En hann er náttúrulega ekki með þumla Nei, en þú veist, Hann setur loppinu Hvað heitir þetta sem að fíllinn er með? Það er bara ranan upp Já, ranan upp Hvað heitir þetta sem hann er með? Já, hvað heitir þetta? Hann er ekki með tær Við erum ekki svona barnalegir Nei, hvað er fíll með? Getur þú svarað því? Hann fíll er með loppur Hann er með fætur held ég bara sko Já Hundar og kettur er með loppur En hann er ekki með tær Nei, hann er bara með Þannig að ef hann ætti að gefa thumbs up, hvað myndi hann gefa upp? Hann myndi gefa rannan 100% Herðu, nummer 2 Myndur þú skera þig tippið fyrir Ekki skána við það Nei, hvað meinar þau? Ég býtti eftir að heyra upphæðina Það er ekki upphæðin sem að skrifa Heyrðu upphæðina fyrst Veltur á upphæðina Þegar nú var það hlustendur að fá að vita Steindi sagðist vera með geggjaða spurningu til myndir yfir kæs Við yrðum að fara í það Já, en býttu, hlusta á upphæðina Við erum alltaf að byrja þær í því núna Myndur þú skera þig tippið fyrir endalausan pening Þú veist, þú átt endalaust Þú getur bara gert allt, keypt allt, farið allt En ekki nýtt tippið þá
Nei, ég meina, ertu ekki bara búin að nýta það nóg? Eða, þú veist, ég að tala bara, þú veist, nú ertu bara Hvernig pissa? Já, þú pissar í gegnum bara slöngu. Já. Eða þú veist, ég meina það fullt að, ég meina skilur, það bara eins og það Já, veist, er það vesen fyrir mig? Nei. Ég meina en ef að, þú veist Þetta basically bara strafað, myndu við vilja sleppa þið hafa þetta og fyrir andars og penning? Nei, ég held ekki Ég held að maður eigi aldrei að fórna hilsu fyrir penning Þetta hvað ég meina? Ég held að þetta sé nei hjá mér Nei Já Þetta er nei hjá mér Já Það hef ég lesið, það var löngu lesið sko. Löngu lesið? Hvað mér er löngu lesið? Það er eitthvað meira lesið á mér en bara ötta það er leiðileg. Nei, ég er ekki að hlæða því Ég er að hlæða bara Já, ok Nei hjá mér Býtu, er ég eitthvað meira Nei, ég meina segja, ok, tökum þessi dæmi að nota neitt en þið? Segjum bara ef að, hérna, þú veist Ég held að við erum aldrei að fórna hilsu fyrir Segjum penning bara allir enda á lausu Gerist þetta ekki bara, þetta er bara svona Ég held að það geti gæst Svo er allt í raun bara allir búin að taka penisinn af sér Komnir hann með einhverja miljardar dollar okkur á snekju Allir penislausir Hvað með það? Já, ég er svona Það versta bara er ekki En byrju, þú ert alltaf að tala um snekju Elskar þú að snekju, elskar ekki bara að vera á snekjunni Já, ég held ekki gaman að því Já, hvað ertu alltaf bara á baki á snekjunni? Ég held að þú sért aldrei á því Ertu ekki bara á henni að hanga og fá þig bjór og verða Snekkjunni þá Ég er bara hugsað bát En hérna, er þetta ekki bara negativ? Þú bara svarar því Nei, ég bara Þið eru báðið nei Já, ég er á því Já, ég held ég myndi Aldalus Að peningur skera af, sko Að skera af sér einhvern lim Hvað sem að séu bara Já, þú ert ekki að fórna neinu fyrir pening Þetta var spurning Það er fullt af liði sem myndi gera þetta sko 100% Herru, númer 3 Vera sífellt lekandi Hvað er raskatinu þá? Já, þessi stáða viðrekstur Bara loft Já, en ekki, þú veist, það er ekki Kemur ekkert með þessu Ekki blöytt Nei, bara orðið upp í sófa Bara loft Heyrst bara svona Og hvað hérna En það kemur ekkert endilega alltaf eitthvað rosa lykt Það er bara leki Það er mjög mikilvægt hvað sé lykt eða ekki Já, þú veist, það kemur alltaf stundum Það fyrir eftir bara hvað þú ert búin að vera fóðraði á Eðla, eins og gengur gerist Nei, þetta er mjög mikilvægt í spurningunni Það er sífellt lekandi Já, það heyrist ekki neitt Nei, það heyrist ekki neitt og það kemur ekki lykt og skiptir engum máli Þetta holtmataraði bara Nei, það er versta lyktinni Ég oft farið yfir þetta Jú, þú finnur þegar ef ykkur rekur við og það er ógeðslega þá veistu bara, wow, þetta er maður sem er að geta rosa holt Jú, það kemur alltaf Ég held að sé betra fyrir fólk að borða holt En það er verið prumpulikt, sko Staðfest Hvað var spurningin? Sífellt lekandi Já, og hver er upphæðin? Já, ég ætla að setja upp á þetta Bara loft Og ég ætla að setja á þetta Ég ætla að setja á þetta Hvað upphæð verður þetta? Þú ert 350 miljónir Þú ert að rugga þessu Þú ert eins og Ólafur hérna í nætuvattinu Þú ert svona ruggandi Já, ég ætla að setja upp á þetta Ást alveg veist Ég er gaman að þessu Eins og dúa Nei, en 350 miljónir Og þú lekur í rauninni á 5 minúta fresti bara Þetta er sann sko Nei, ég nenni því Getur verið að úða á þess En vitið þið hvað? Bara, ég held að Ég myndi, nei Getur fundið maka sem fílar þetta? Hæ? Getur fundið maka sem fílar þetta? Já, ég er ekki, mér langar ekki að skipta maka Nei, ég er að segja, þú veist Ég meina, þú myndir missa þinn maka, sko Já, ég veit alveg að hún hefur ekki gaman að þessu Nei, þú veist, hún myndir bara ekki geta verið með þér Nei, þannig að þú ert basically að segja Myndir að hætta með Rakel fyrir 150 miljónir sem ég myndir alltaf að gera En ekki Nei, ég myndi ekki Köttum þetta út Milljarður, setjum milljarð á þetta Nei, ég nenni ekki vera lekandi 3 milljarða Nei, okkur, eiga fullt af pening Meira en Bjöggjá Erstu að tala um þá bara 2B bandarækjadólar? Já. En sko sign me the fuck up En sko Ég ætla bara að þú væri upp að til En ég meina þú legur og þetta er ekkert svo hátt Þetta er bara smá leki Og ekki lek, þá skiptir þetta engum máli. Það er bara Jú, en þá ertu samt að fólk sem legur alltaf daginn sko fara ekki krónu fyrir það sko Já, en þannig að þetta er auðvitað út Ég til í 2B Já, 2B ÖSD Sama og King Bjöggi Og kannski fáið hennar lönnsinn með hann Já, hann er alltaf til lönns Vil ég lönns með honum? Býttu, Ég get bara heilt hann var búin að lofa að koma í blöðkasti í sumar Þú varst kontaktinn þar Já, what the fuck Hann var á landinu Ég hitt hann bara daginn upp í Mosó Hann var bara nettur á því sko Bara í stemningu og bara
Hvernig ætla hann að koma í þáttinu? Búin að reyna að fá hann í þáttinu í 13 ár Bara þegar þú heyrir í honum Já, Sko, hann klár, sko fá hann í blökast og spjalla venni klukktíma Bara bodybuilding og cash Já, Egil, farðu að semja hérna tala dónalega því að það styttist í það en hvað er King Guðjón með hans Herru, okkur hann er með nýtt lag með XXX Rottweiler hundum Þetta lag heitir Voff og er störla Topp tónlistarstöðin FM 957 Já, það er greinilegt að við erum ekki í stúdíónu því ég hendi öllu svona rusli út Taylor Swift og eitthvað að tala að þessi að hlusta en við erum í beinni útsendingu frá Keiluhöllinni Máttu henda því út, það er ekki Já, this is Taylor Swift, you're listening to Herru, þeir eru bara að hlusta á FM Hvað stóðum, var þetta eitthvað gerfugreind eða? Nei, það kemur alltaf eitthvað svona Herru, skiptir ekki máli Ég ef að Rikki G hefði hringt í Taylor Swift og beðið að segja þú You're ert að hlusta á listening to FM FM. 957 sko Það var rándýrt ef að svo væri Það er ekki alveg þannig Annars erum við í alvöru gýr hérna í Keiluhöllinni Vonandi þið líka, kæru hlustendur saman hverju þið eruð Viðbjóðsleg trafík og allt í rugli Keiluhöllin er að fyllast núna Já, Nú skilja það er komið stemning. Nú skilja alveg akkur En sko málega þetta er verðskulda Sjóir í 500 hjónum Já, það er verðskulda að sitja Það er alltaf upp á 10 Sko málega maður er ekkert alltaf hérna Svo frá 9 til 11 þá nú pappiðin kom inn því að þá er 2 fyrir 1 á barnum Já, og þá byrja trúbbi Það er trúbbi með Það er trúbbi, maður, já Við erum að tala Já, það eru meistarar í kvöld Góður trúbbi Já, Andri Þórið er Andri Trúbb og Snorri Örn bassaleikari úr hljómsveitinni Alles OK koma frá 10 til 12 í kvöld taka óskóluðu sal og það eru 5 í fötu og 5 í fötu og líka að sé fíla 5 í fötu Svo er rút í bæinn borðið sem er mestu lætin svo mestu fyllibittunar fá fría 5 í fötu Það er alveg Muni, hvar var áttur hvar byrjaði 5 í fötu? Hvað var þið niður í bæmástu? Glaumbar, já 5 í fötu og glaumbar Ég hef tekið svona 2-3 5 í fötur En pæli manneskjan sem kom með þetta bara, herru, enna markasetti 5 í fötur Það er bara snilling Já, það er bara hrikalega vel gert Það er svakalegt Þetta er meiri svo svona eins og 6 minute reps, 7 minute reps en bara 6 í fötur, nei 5 í fötur 5 í fötur Það stuðlar Ég veldi gaman að 5 í fötur 4 í fötu er weird Þú vilt þú 5 í fötur Það er bara nice sem stuðlar samt líka en hvað haldið þið drengir þetta er hreinskilnir hvað haldið þið séu búin að drekka marga bjórið yfir æfina? Yfir æfina? Já Ég held að allar að segja marga 5 í fötur Nei, ég var alveg 5 í fötum aður sko. Segð núna, ég held hérna á einum bjór Hvað heldur þú séð búin að, þá er ég ekki að tala í lítratali Hvað heldur þú séð búin að drekka marga bjóra æfina? Það er að reikna, þú þurfum Sverri Bergmann Reikna þetta fyrir okkur, þetta er svolítið bara Ég myndi halda að væri aðeins minn en þið Nei, þú byrjaði að drekka 13 ára Ég byrjaði að drekka 18 ára Ég byrjaði ekki að drekka 13 ára Þú sagði það, þú var döður á brennunni 13 ára Nei Það var í landa, það var ekki bjór þá sko. Var ekki Kösva byrjaði að drekka Sko í Kópói voru bara í landan var ekki bjór sko, allir í landa Já, hálur í sína sko Eitt af menni bestu vinum var að selja landa þá Hálur í sína sko Eða hálur í Tom og Jenna Tom og Jenna djús En tenniferðunar hafa svolítið kert upp hjá mér The beers Já, tekið nokkar þar Það er út af því að það er sunshine Right over there Herru, þetta fylgir of Og ekki hér Sunshine beer eða bolti og bjór Við erum að fara í tala dónalega Ertu tilbúinn? Nei Já, ok Ég er tilbúinn Já, herru, ég er náttúrulega on the receiving end Já, ég er búinn að hripa þetta niður En tilbúinn er kannski ekki það sem ég langar að segja Því að þetta er hrikalegt Munurinn mér og Steinda er að Steinda er alltaf svona vælandi en þú ert að tala dónalega við hann eitthvað, maður eigi ekki að tala svona eitthvað Ég ætla bara að leyfa þér að gera það sem þú vilt Ég ætla ekki að væla neitt núna, ég er ekkert eðlilega peppaður að heyra þetta Og ég segi bara, ég ætla að segja bara Ég ætla að segja bara, gef því Nei, ekkert verður svona, veist Hann hatar hann að lið? Nei, já, bara gef því Ok, en ertu núna Ég elska hann að lið núna Ertu að fara að segja hluti sem að myndu turn me on ef við værum saman? Það er að sér að reyna, já Ok Þegar tala, þú veist Stóni hefur hingað til ekki skili liðið Hann verður skilja núna Ég sko máli er að það er Fyrir mér er ekki turn off að kalla það feitt svín sko Turn off, jú Nei, turn on Það er fyrir kannski einhverja Ég hef ekki oft Ég fíla það ekki persónulega Feitt svín Já, margóft Nei Jú, víst Tölvuleikja drasl og feitt svín Það er margóft gest Og það kveikir ekki mikið í mér En sko Strákar, búin til aðstæðurinn, hvað er þið? Sko, málega ég þarf að setja mood Já, er það á hóteli eða er það heima hjá blöðurunum, heima hjá allir? Fyrir mér er tónlistin svolítið atriði Og mér langar að fara í það sem ég hef verið að vinna með Við þurfum að taka upp svona atriði fyrir leinlökunum síðan tíma Já, það verður ekkert vesinn Ok, en kottu með eitthvað svona Þetta er Unfinished Sympathy Unfinished, sem að hvað? Og the award-winning movie Sliver
Já, það kom myndi. Og Gudjón Smári maður lækka aðeins. Þetta finnst þetta Nei, bara svo heyrir. Alls ekki bara of lágt samt sko. Þannig lagi kom, þetta er rosalegt lag. Þetta er þegar Sharon Stone og William Baldwin áttu samlíf uppið þarna. Já, trúðu mér, ég átti þetta og var þá þess. Hafði engar á að gera því. Það var þetta að lifta. Nei, þetta var svona uppið svona súlu. Já. William Baldwin lappaði allsber svona eitthvað. Herðu, viltu ekki bara byrja? Það er ekki eftir sattir það. Jó, þannig að byrja það. Þið eru aðeins eldri nýja. Er þetta mikið sem út með? Er þetta ekki oftast einhverja 4-5 línur? Langar bara að klára þetta og svo ætla ég að halda áfram með lífið. Ok. Já. Ok. Á ég að horfa á þig eða? Nei, þetta er ríkalegu. Já, horfði ég á honum. Plís ekki, þetta er ríkalegu liður. En það, býtu, ertu sjálfur að segja þetta sé bara vont sem þú bara að segja? Þetta er alltaf vont, hvernig er þetta ekki vont? Það er náttúrulega ríkalegt fyrir ykkur tvo. Ég óskaði sem að það var í steindi sko. Það er auðvitað miklu auðvitað mann. Nei, ég segi go strong í dag. En heyrist nógu mikið í Sliver? Já, ég heyri vel í. Ok, get ready, bald motherfucker. Ok, já, það er alltaf læg. Ég myndi, hei, þetta væri komið þannig gýr, það myndi ekkert baka mig. Það ekki? Ég meina, gýrfélagarnir. Já, var þetta fyrsta lílan? Já. Já, ok. Ég mun okkar sem ég er að vinna með núna. Það ekki? Já, bara hvað sem ég er. Það er fyrsta sem ég er að vinna með. Já, þetta er bara, hann er að byrja. Já. Þetta er ekki ástæðan fyrir að flutti frá Söðokróki. Að fá svona sexy guy á bænum. Inside of you. Já, ok. Þetta er satt, já. Nobody likes you because you're bald. Ok, nú ætlum ég aðeins að færa mig á lastina þeirna. Nobody likes me because I'm bald. Þetta er skrítið pepp. Akkur. Pepp? Nobody likes you. Já, pepp, þú ert að reyna að peppa nú, þetta komið í gýr. Ef við ekki að tala dónalega hana? Ég get alveg lofa því ef það er ástæða fyrir eitthvað fólk þólum mig ekki, það er ekki að því ég er sköllóttur, sko. Það er bara að því ég er þá frekar leiðilegur að þeirra mati, sko. Eða segilega hluti. Þeir eru ekki sant, við erum að baki það ekki núna, félagarnir. Það er ekki svolítið. Okay. Eru þið farnir að stunda kynlífið? Mæntalega. Á þessum tímpútið? Herru, við þurfum ekki að vera svona detail út í þetta. Haltu bara fram. Ok, bald motherfucker. Ertu með eitthvað sem er ekki bald? Já, er þetta allt bara í þessi sköllóttur? Nei, það er ekki öllu. Það er ekki. Ertu ekki að tala um að bera olí á skallan og eitthvað svona? Nei, allt skalli. Maður klára þessa, ég er með nokkra hérna á blaði. Við þurfum að klára félagarnir. Ok, bald motherfucker. Þú sagði þetta á hann? Já, ég er að byrja aftur. Já, ok. Ég verð að lesa setningun í heild sinni. Já, ég skilji, ok. Nú þegar ég segja þetta eins og nenn. Saman og ég sagði það á hann. Já, ok. Þannig að maður ég lesa þetta í heild sinni, eða setningu? Já, ég skal bara það. Það pásar á milli. Já. Ok, bald motherfucker. Núna möttu syngja eins og þú söngst í Philadelphia söfnuðunum. Þessi var svakaleg. Það er allt í lagi, já. Allt svolítið bold eitthvað. Ok, næsta. Ímyndar þessi einhverja ice guys, you bald motherfucker. Er allt bold hjá þér? Nei. Ég skilði þessi ekki. Nú er ég ekki að grínast, Egil. Þegar þú horfir á mig sem kynveru, er það bara þessi sköllóttur? Nei. Komdu með eitthvað nýtt á. Nei, ekki allt. Akkur sagður ímyndar og sért einhverju ice guys? Ég veit ekki, þeir eru so hot right now. Ég var að slá á. Þetta var alveg dýp, sko. Já, þetta er Guðmi, góð. Þú mátt velja einhvern veginn. Ok, Steindi, ég skilja núna, þetta er ógeðslega. Já, en byrju, þú velja einhvern af þeim. Hann er með þér núna. Ég vil aldrei fara hennar lið. Nei. Erstu að tala um hann með... Þeir sögðu þetta að vera með eina lið. Ég var rosalega ekki fara í hann. Þetta er bara hrikalegu lið. Þetta er hrikalegt. Ímyndaður þessi hraðbanki AC að króksara drastlið. Ok, hanna. En byrju, hvað meinar hann með því samt? Það vilt að hann sparki þér? Já, þú ert alltaf svolítið aggressífu við þá, sko. Ég sé því hraðbanka í AC, sko. Það er bara málum. Þetta er að leiða út að leiða út. Ei, það er þetta eina sem gefur í AC, það er helvitis hraðbankin, sko. Svikalegt að segja frá því en við leynum engu hérna að það allt í nú vaknaði upp eitthvað óvænt líf í AC-grúppun á hann. Gæti orðið AC 2025. En þarna tókst þetta, þarna var ekki talað um að vera... Nei, ég fíla það, en það var ég ánað með það. Þannig að, sjá, hömpastu á mér eins og þú hömpaðist á dínunni rugglaða sköllótta króksara drasl. Ok, já. Þetta er, já, kveikir í manni, vissulega. Wow. Þetta er, já. Það ná mér hann, áttu eitthvað meira það? Er þetta búið það? Þetta er svo óþægilega liður maður. Mín maður.
Rugglaða. Getið ímynd okkur að væri eitthvað svona útasefn á bylginu núna eða einhvers þar annars staðar á Íslandi? Nei, þú vilt alls ekki stykta. Jú, er þetta steikt útvarpsmaður? Ekki skiptur á bylginu, kæra hlustandi. Það er rosalega dark hlutur þar. Býtu, hérna. Þessi var sakaleg. Áttu hvað eftir það? Það var dínan sko. Já, við náðum. Kallaði hana rugglað, króksara drast, sko. Já. Það er hana mál, sko. Við höldum bara hana. Nú er lagið alveg hana. Nú er bara þögn. Guðsjön getur skúað þessi upp í laginu. Það er ekki, lagið er ekkert að hjálpa í þessu, sko. The key point of the concept. Þögnin er ærandi, sko. Ok, það er komið með hana. Heyrist helviti lítið í því. Það er ekkert að hjálpa hvort þið er. 20% upp, Guðsjön. Nei, herru. Er mikið eftir þessu? Þú er bara að hendi því svo maður. Já, núna er þið bara búin að hækka í græjunum og svona, það er komið stemning á hótelherbergið og það er alveg kolvits. Eru á hótelherbergið? Nei, hvað sem þið eruð? Okay. You worthless giant piece of shit. Já. Okay. Bara það? Já, það var þessi línu að bara svona. Vantaði setni hluta var líka. Nei, þessi var stutt. You worthless giant piece of shit. Það er ekkert pepp, sko. Ekkert pepp. Nei. Bara að vera hræðilur. Núna verður bóna meira að það eru skallin. Hakk þúa. Verður ekki bara að segja þetta gott eða? Jæja, páskaegg, skrítum. Já, þetta er stemming. Já, páskaegg, sko. Já, akkurat. Var þetta síðast það? Bónaði bílinn eitthvað, ætlar að taka það? Nei. Ég er með margar í aukagrúpu hérna, ég ekki sem við fara mikið í þær samt sko. Nei, eru ekki bara áttið feskir eða? Áttu ykkur reynaðan í lokinu? Þú ert búin að kveiki gallinu, það verður að viðkennast. Auka lín í lokinu. Ég var með að skrifa niður af hverju færði ekki hár á hausinn, bald motherfucker, en hún didn't make the cut, sko. Didn't make the cut, en það voru hinn alltaf það ógeðslega góðar hjá hann, ég er ekki hissa að þessi didn't make the cut, það er ekki bara... Aukagrúpan er slakar en aðalgrúpan, sko. Já, en eigum við ekki, sko, herru, það byrjaði miðasala í Sjallan í dag. Og líka með núna verður hömru gólfkúlaðinn, ég var aldrei með gólfkúla áður, sko, en gólfkúla er ekki svo haus og það er kringlótt, sko. Já, frábært þér. Þú þarfst ekki að segja mér what did make the cut, af því að það sem að made the cut var svona alveg 50-50 þær. En... Er þessi liður ekki í pásu? Jó, það verður nú fannir pásu. Já, þú tökum smá pásu. Það er ekki bara næstum páskana? Já, hann poppar upp á svona hálfsálsverðesti. Einu svona ári. En við tölum í byrjun þáttar að miðasala í Sjallan hófst í morgun klukkan 10 og eins og við sögum að þá voru meira en helminguna miðunum farnir. Strax klukkan 4. Það er 500 miðan farnir. Þannig að tryggja ykkur mið á tix.is og þetta lag verður tekið þar því að Jóhanna Guðrún ætlar að koma með okkur í fyrsta sinn og hér er My Heart Will Go On. Johanna FM 957. Þetta lag verður tekið í Sjallanum 14. desember og gaman að segja frá því að svo eru litlu jólin strax daginn eftir 15. desember og ef þið eru með fyrirtæki eða einhverja vöru sem að vilja taka þátt í litlu jólum FM 95 blöð eða blöðkassins sendið á tal@tal.is. Það eru ekki bara Jóhanna sem verður í Sjálfánum því að vonandi verður á núna þingmaður þá Sverrir Bergmann verður líka með okkur í Sjálfánum og ef þið búið í Reykjanesbæ eða eruð á Selfossi eða Vestmanni setið X with Swears reynum að það er ekki oft sem að besti vinur manns er í frambóðum besti vinur okkar er í frambóðu getur verið þingmaður það er stórt þannig að við við getum lofað ykkur því þeir sem eru að hlusta að það er ekki til betri náungi heldur en Sverrir Bergmann keyrum hann inn á þing hann er betri manneski en við allir þrítir saman ég lofa ykkur hann er frábær hann er snillingur svo verður Doktor með okkur og Stóri K líka við glemum það hann tegur klúbabengur hendur honum alltaf á svið hann verður að fara á svið hann er geggjaður sérum Sjallan hann er húsvörðun og Akureyri tryggja ykkur miða á tix.is því að það er ekki margir miðar eftir það verður uppselt en áður að drengir þetta er búin að fljóta líða það er alltaf stemmingdur með Keilhöllinni en ég er að spara hendi ykkur í svona stutt kortmyndur frekar þið tilbúinir? Ég er líka með How to do fellow kids ég held að náum því ekki hvað er klukkan? bara 9 myndur í já, 10 myndur í ég er að fara á Jólahólm sko fyrsta skipti sem við skammast með að segja en ég hlakka til að fara kemur skýslu svo í blöggastuna ég hef ekki farið heldur Jólahólm í ég er að fara fyrst skipti ég held að vera eina og sem að drulla hana nei, við erum að fara 18. vel gert herru, og svo er hann í banna að hlæja í kvöld en eru þið tilbúinir drengir? Yes kortmyndur frekar aldrei vera þunnur aftur eða aldrei fitna aftur þannig að basically þú mátt borða, drekka og gera allt sem þú vilt þú fitnar ekki eða vera aldrei aftur þunnur mér finnst þessi bara mjög þægileg ég myndi ekki vilja fitna aftur þannig að þú myndir taka við þinguna frekar heldur en að fitna já, ég meina ég er ekkert alltaf þunnur
Nei, en Fólk má ekki halda við séum hérna Nei, bara, þetta samt, ég get samt eiginlega ekki verið sammálaður af því að segjum að, eins og núna, þú sagðir að hann AC grúpan, það eitthvað að lifna við þar, við getum farið til AC á næstari þá kem ég heim bara alveg eins og þegar ég fór út Bara svo nýr Það væri rosalega munur af því að hitt, þú getur stjórnað hinu Ef þú vilt ekki fitna, þá bara borður Nei, ég verður nefnilega ekki, sko undanfari eins og núna Já, þú verður andlega þunnur Ég verður andlega þunnur, en undanfari eins og núna þegar ég er að leiðinni heim frá AC Ég var allt í lagi sko, bara síðustu ferðir Já, ég minna þú veist ég tapaði sama pening og ég átti von á En AC-þingurnar hafa alltaf gegnum tíðin að vera krefjandi Mál er að ég fer með budget í huga til AC Já, það hefur ekkert með þingu að gera Jó, það er leiðilegt að tapa fullt af pening og þunnur Þetta helst í hendur En reynda var ég geggjað að geta getið bara allt sem hún vilt og aldrei fylla Hvað tekur þú eitt? En sko, málega, ég er ekki að segja til að vera kokki Þetta er bara að ég er búin að gera þetta heldur lengi að mér finnst ekkert svo erfitt að halda mér í standi og þú var svo hljómi, þú veist margar sem hlusta sem kannski Það er því að sopna svo snemma Nei, út af því bara Prófa að vaka til hálf ég er búin að læra hana balans hversu oft þú leifir í viku versus hversu oft þú bara borða clean þá er þetta ekkert kjarnælisfræði Þannig að þú myndir sleppa þingunni Já Þeir eru ekki sammála, ég myndi sleppa þingunni líka Sko, það er náttúrulega, sko, strákar Aldrei eftir þunnur Nei, en málega er að, þú veist, eins og June kýs að vaka Mér finnst gott að vaka Mér finnst þægilegt að Já, og mér finnst líka bara þægilegt að vinna sent á kvöldin oft Þá fer ég oft bara að vinna og flýta fyrir morgundegi og svona Málega Ég hef með bræður eða gert En sko, málega það Sóttur hann sjálfur? Já, eftir gig Þið verða gott maður Já, ég bragðar yfir Tisti Fox Hann er bestur Herra, en við verðum að láta ganga Ég ætla bara að segja ykkur svona Ef þið vakið kannski til miðnættis eða 1 eða eitthvað þá verðið aftur að þið borðuðu 7 þá verðið aftur svangir 1 þið losnið með það því þið eru bara svoandi Ég er alltaf vakandi til 1, hvað heldur? Ég sé eins og tiny little baby eins og Egil, alltaf fann að sofa klokkan 10 Nei. Ég er vakandi alltaf nótuna, ég er að horfa á Storage Wars til 1 En ertu ekki að narrt í neitt? Hvað er marga seriur á Storage Wars? Hvað mönns Ég er að klára síðustum maður sem er hræðilegt Djöfull er þetta skemmtilegt Það geði ekki þetta Það er bara að vera að opna bílskúra og fólk að bjóða, ég elski þetta Hvað mönnsar á kvöldin? Ég verða að vita þetta Harfisk Bland í póka Bland í póka? Ekki öll kvöld? Nei, ekki öll kvöld En situr stundum bara alveg kyrr og horfur sjónvarpið og bara ekki með neitt? Já, þá finn ég stundum mér hún sangur, þá reynir ég að tróði í vöruna eins og ógslegt og að hljóma reyna Já, ég með Aldrei horfa á klám aftur eða aldrei horfa aftur á íslenskt landslið í íþróttum Ég meina, hvað eru þið eitthvað mikið að horfa á klám eða? Erst þú eitthvað mikið að horfa á íslensk landslið? Ég horfa alla leiki sem ég get horft á með landslið Þú horfir ekki á neitt Ég reyna að horfa á stórmót og landslið Já, hvað er það? Tvisar á öld? Nei, ég er að segja, ég fylgir Ég held þú horfir meira á klám Ég held það líka En ég er bara að segja tekurðu þá? Nei, ég er bara að segja er að ég horfi Ég reyna að horfa Ég elska að horfa á landsleiki Það er ógeðslega gaman og ég reyna að fara á völlin Það eru konu 2-3 í Ríó Ég reyna að fara á ekki vera að ljúga, þú horfir alveg hitt líka sko. Ég veit það, þú líka og bara allir þetta inni flestir sem er aldur ekki vera að spila þessi hver horfið það Nei, ég veit það Ég bara segja, ef þú máta núna bara blöð yngri blöð versus tveggja barna pappa fertuðan blöð hvað, ertu bara alltaf að horfa á klám? Nei, það er bara ekki hann En landslið er ekki spilandi í hverju viku Nei Ef ég var reynskilin þá horfum við meira á klámi heldur en landslið í dag Já, en þú kannski bara að sjá En ég minna, getur ekki bara, þú veist En spurningin er ekki að mig, hún á ykkur Hugsaði eitthvað Það er að ná að snúi sig vera blöð Já Sko, það er eiginlega ekkert skemmtilega sem ég geri En að fara bara á Pornhub Nei, en sko Þetta er svo Ok, en það er elda íslenska landslið erlendi svona mökkferð Segð mér Það er ekki með kæmist til bandar Já, við fyrir á HM og við fyrir til Miami og við erum mættur ykkur torg Er það séns að það? Segjum bara 2000 íslíkar allir í bláum treyjum, allir syngjandi og tarlandi Þú gerir ekkert skemmtilega þetta Nei. Og svo svo janúar, sem bjarga mér á tenni í janúar alltaf Það er handboltalandslið, það er að setja mennar hamran í minkil Svo má ekki gleyma því heldur Veistu hvað er gaman að fara á stórmót í handbolta líka Það gleymist Þú veist að það er búið að bóka okkur til Króatíu Svanþór Einarsson og Hilmar Gunnarsson er að pressa okkur við sem elda handboltalandslið í janúar sko Ég er það er bara búið að negla það Klám á hilluna Jáka báðan það er ekki bara búið að gera búið til nóg af því þarf að halda áfram og framlega það Nei, þú er alveg halda áfram að horfa á það sko. Já, ég er að segja Vintage er það ekki þín grúpa það
Herðu, það er að síðast það Þessi er erfið En þið verðið að vera Bíddu, þína voru sáttalega Já, en núna Þessi erfið Já, þetta Ég veit líka að rosa léttur ykkur að sitja hérna bara í keilhöllinni Já, ég myndi ekki hætt að horfa á landslið Herðu, ok, tilbúinir Við bara höfum gaman að landslið Hvort myndið frekar Hætta í FN95 blöð og blöðkastinu Eða hætt, og þetta svissast á okkur Það voru ekki búin að tala um að vera Þetta ætlaði að vera svona 90 ára gammal Aldrei farið að vera Þannig að þetta var í búið Já, tilbúinir Hætta í FN95 blöð og blöðkastinu Eða hætt að tala við Þú, Svanþór Einars Þú, Hjöpa K Hvað ætlar að Það er komið að vinaslitt Þetta er sko Mér finnst þetta bara ljótt af þér Hvort myndir frekar? Já, En sko, henni málega er ein spurning með þetta Bara veltsteinum En ef við hættum FNÍ blöð og blöðkastinu Það er ekki vinaslitt í okkur, við erum bara ferskir En bara hættir, bara þáttunni búin Já, við getum haldið áfram að tala saman Já, þú veist, það var náttúrulega glatað að Þú veist, sko, þú náttúrulega erst að biðja okkur um að hætta að tala við tvo, hérna, bara Þetta eru two of the greatest of them all Tveir bestu vinni Já, og bara þessi menn, sko Þú getur ekki látið okkur hætta að tala við þessa menn Já, þannig að þú segir þú myndir halda áfram að tala við Svanþór Ég er veltað með, myndum við ekki finna bara Loophole, við myndum koma sem gestir Já, myndum við ekki finna ykkur lausnarna á þessu Þú væri bara með þáttinn og við kemum alltaf bara sem gestir og þá myndi það bara vera loophole Ég nenni ekki að vera með eitthvað svona leiðindi í lokin En þriðja? Þetta var þriðja Hver var fyrsta? Það var aldrei þunnur eða aldrei fitnatur Já, það var létt Nú er ég að fara að gera allt klárt Jóli Hólm Það er komið að lokum hér hjá okkur í dag Ég læti ykkur vita ef hann baktalar ykkur og muni senda strax á okkur Ég heyrði, hann er vist eitthvað að gera grína með hana Það er það? Hann sko, hann passi sig, hvað, fyrir við ekki átjándast Hvað er hann að segja? Eftir henni blöð Ég veit það ekki Slakið til að sjá Ég vakta það í kvöld Talandi Sól og Hólm þá er hann líka í banna að hlæja í kvöld Hann er út allt drengurinn Ásand Dóra Díena, Gísla Örn Garðars Söndru Barelli og Sölku Sól En við þökkum bara fyrir okkur í dag Hér kveðjum úr Keiluhöllinni Minnum á blökastið á þriðjudaginn Og að sjálfsögðu miðasala hafinn á Sjallan Byrjaði í daginn á Tix.is Svo var nú ágætt að koma líka inn á jólagjöf ársins Það er bara heitast að jólagjöf ársins sem með á Timmy Höllin, 31. Það er í maður Takk fyrir okkur og Guðjón, skulduðu ekki auðlýsingar? Þetta er Topp tónlistarstöðin FM 957